FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. 12. desember, sterkjastur komin til byggða og FM 95 Blöður hafi göngu sína á, ég ætla að segja bara stórkuslum föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti, fyrirlið þáttarinn situr í sínu sæti, nýkomin af Jómmunni, oft síðan verri eftir þann stað, gefum það, lítur bara ágætla út og með full FM. Steindi Junior hins vegar mættur á Akureyri að taka út sjallan. Já, hann mættur. Mættur í samtjekk þar, tók fjölskylduna með, þannig að hann ekki með okkur í dag, en við erum með rándýran varamann. Varamann skal kalla, að reyndar kom hann einu sinna á sem varamæður og fekk 1 million followers í kjölfari. Veit ekki hvort það gerist núna, en hann heitir Rúrik Gíslason, verður velkomin. Takk fyrir, maður. Þú aldrei komið sem gestastjórn. Nei, þetta er geðvikt. Já, heiðurinn bara allur okkar og verður velkomin. Takk fyrir. Hvað svona, það alltaf, þegar við fáum svona gestastjórnunda, þá bara svona, hvað er að frétta, Rúrik? Nú lifir þú eins öðru í þessi lífi en við Egill. Það verður bara viðkennast. Þú varst að segja rétt ára útsendingu hóst bara, herru, þetta snekkjan sem ég að fara á sunnudaginn á Bahamas. Já, sko, ég snekkju áhuga maður. Fyrsta lagi, hvað þetta fara að gera á fucking Bahamas og hvaða snekkja er þetta? Skýrslu, takk. Herru, já, ég er náttúrulega, veistu hvað er að frétta? Við erum náttúrulega með tónleika á morgun í Laugardalshöll. Já, sem er risastórt. Það er huge. Og hérna komið fyrir ykkur fyrir því? Já, það er geðvikt. Og ég er ógeðslega spenntur. Og svo ætla ég að fara og sjá ljós á sunnudaginn í Bahamas. Já. Fá smá byrtu. Já, svona smá ill í kroppin. Áttu erfitt með myrkrið? Sveppi funkar best í myrkrið, þú ert ekki alveg þar? Ja, sko, það er svona, það eru plussar og mínusar við þetta, sko. Þú ert alltaf þreyttur. Já. Og þetta er bara Ísland, maður. Þetta er ekki bara heita. Er ekki jákvæðið strókandi þetta? Nei, alls ekki. Marrum. Þannig að fær maður alltaf út hérna, sem ekki maður getur nótið þessi Jan Feb, sko. Ég er ekki bara neitt á næstunni, sko. Ég ætla að vera bara í myrkrinu. En Bahamas, akkur er Bahamas? Bara út af það, hljómar heldur vel, sko, Bahamas, ég hef aldrei farið þangað, sko. Nei, ekki heldur. Ég hef aldrei farið þangað heldur, vinir mínir eru þarna og hérna. Akkur er mótilviniðinni það? Alltaf hestljótir allir þeir. Sem eru þarna á Bahamas. Þegar þú segir, þetta er samt fyndið, þegar ég segir þetta. Þegar þú talar einhverja viniðin erlendis, þá hugsaðu bara Súland. Eru þið bara að hella bensinir í okkur mannan og allir grennjald og hlátur? Ég get lofa það er ekki einn hestljótur vinur á Bahamas að býða fyrir, sko. Já, þá er það, ef það er einhver hestljótur, þá er það gaurið sem ásnekkjuna. Ef út í það er farið. Já, þú veist, hann er endar bara mjög flottur. Þetta eru vinir mínir frá Þýskalandi sem að búa svona smá á snekkjunni. Ertu svona bara, basic í dag? Er það Þýskaland eða? Ertu mest þar eða? Ég fer þangað bara til að vinna. Og þegar ég er þar þá er ég bara á hótelum og mikið í ferðartösku sem er bara fínt. Og hérna, en ég fann að vera rosa mikið á Spáni, sko. Ég fíla þetta svona, þessa hlýju. Þessa hlýju og þennan yl og byrtu og svo er ég hann golffíkill, ég er búin að vera í golfneistlu bara síðan í janúar, sko. Eagle Boys. Við alltaf hendum okkur í Old Fashioned Eagle. Eagle félagarnir. Ekki þið. Það var rosa. Þetta er team effort. Já, það er málið, ef þú ert í Texas og þetta er að team. Þetta er teimi. Ég tek það ekki að þér. Ég á ekki marga Eagle, þú veist, en þetta var Við veit saman. En ég sammála það er næs að vera á Spáni, sko, sem er bjart á daginn. Ég get alveg lofa því, allir sem er að hlusta finnst það næs. Það er enginn að hugsa bara, herru, já, þetta er heldur góð hugmynd. Ég er alltaf að gera þetta. Það er bara annað að geta framkvæmt þetta. Já, ég er bara ánægður með þetta, sko. Þú veist, ég gæti alveg verið hérna á Íslandi og ég er náttúrulega Íslendingur, elska Ísland og allt við Ísland. En hvenær ætlar að join okkur í myrkrinu og bara punga út einhverjum grislingum og vera hérna með okkur í myrkrinu og ruglinu? En það getur bara að gerast. Þetta við erum hvað, 370.000 manns eða eitthvað, við erum bara saman í þessu. Við erum saman í þessu, ég er stoltur Íslendingur. Ég tala mikið um Íslendinga úti í fjölmiðlum tala mikið um Ísland í fjölmiðlum úti og svona, þannig að ég er bara Ég er peppa Ísland, sko. Ertu orðin það stór í Þýskalandi að, ef við erum að byggja myndir að og svona, nú er ég ekkert að fíblast, þeir eru átt að labba út á götu og svona? Sko, það fer eiginlega eftir hvar ég er, sko, því að þú veist, þetta er svona eins og, þú veist, út í Berlín. Þar er fólki svolítið og töff fyrir það. Ef ég er einhvers þar á landsbyggðinni, þá er það svona hvað myndir flokkað í A, B, C, D, E, F sem bara celebrity, segjum á Íslandi, það ertu A. Já. Hvað ertu í Þýskalandi? Hvað myndir henda þér? Sko, þetta er svona svipað óþægileg spurning eins og Rikki spurði því í síðustu viku. Þú veist, hvernig myndir
reitaði sjálfan í rúminu Það var sko. ógeðslega. Ég var laus við það, strákarnir voru Það var ríkalega spurning sko. Þetta er ógeðslega óþægileg spurning sko. Já, ok, sirka, þú veist, Ég meina, þú veist, þetta bara Nærðu séðar Er utanbæja gómurinn og það fer að fáskúsfjörði í Þýskalandi þá er hann bara sexy room að vera að gera þetta Svo fer ég í Berlín og það var allir ókúl Það er staðan Þetta er svona eins og þegar ég bjóð í Köpen, skilur þá svona, þú veist, þá var ég svona eitthvað á lausu og svona, ég heit einhverja stelpu, sko, þá var alltaf eitthvað svona, ok, ég vissi ekki það var í fótbolta, sko, en að því ég fylgist ekkert með í fótbolta, það var svona ekki nóg cool að fylgjast með fólkbolta í Köpen, en svo fórstu kannski eitthvað í Víborg og þá varst það bara the shit. Þannig að þú veist, ég veit ekki, hvað vilt þú reyta þetta? Ég veit aðalega bara að tala um eins og Blöð, og tala um Berlín, Blöð komið skýslundaginn, hatar Berlín, with a passion. Ég sagði, hún er svo stór, Blöð kann ekki á hana. Ég er fyrirlið bólsins. Þurfum ekki að vera með þér. Ég er bólur út í gegn. Og Berlín er bara ekkert fyrir okkur bólinn. Hvert vilt þú fara sem ból? Hvar þú ert maður, bara í Berlín. Það er alltaf langt í allt. Það er einhvern veginn bara, þú getur aldrei verið eitthvað, herðu, ok, bara löpum hérna og hérna er allt. Þú ert alltaf að taka leigubílana, ég þoli það. Hvert vilt þú fara með okkur? Ég var í Berlín, þú voru með okkur. Við vorum á Holiday Inn, þú ert oftast starrið ekki. Hannes að Holiday Inn, bóka okkur á Holiday Inn. Hann spurði mig, hann sendi mér SMS eitthvað, herru, hvert að við fara með Blöð að borða það, ég er í Berlín og ég sagði, farið á Grill Royale. Það var reyndar stórkostlegt staður. Og hérna, hann sagði, já, ég er hérna með, þú veist, auðvitað og svona, þannig að, þú veist, getur hvað hótel við erum á? Ég giskaði reyndar á Holiday Inn. Þannig ekki á edition. Já, ok, svo áttu við sens að fara á Bergheim, fórum ekki. Já, það var drullast. Áttu við sens að fara hvað, þú veist, voru að lista grúlis? Já, og Bríett, og hljómsveitin fór inn og við fórum ekki. Ég með langar að kirkja þig, sko, með það, sko. Eftir á higgja það var þetta algjör. Þetta er bucket list atriði. Já. Ég reyndar aldrei að fara á Bergheim. Hvorki Bergheim nýja hérna KitKat. Við komumst ekki þar inn, sko. Nei, við reyndum allt þar. Reyndum að múta dyraverðinu með 600 € og hann grenjaði á hlátur, sko. Það er ekki alveg forstjóru og launum þessi gæði, sko. Og ég fór og keypti svarta skó handa okkur öllum. Það var ekki að döða samt Við komum fullan ruslapóka svörtum skóm. Það var sett á skóna í svörtum skóm. Ég veit ekki svona hver keypti það. Fann ykkur úr búð, sko. Ég var með dönskum vinum mínum í Berlín í daginn og hann dreymur að fara á KitKat Club og ég hef aldrei farið en ég vissi að maður, þú veist, átt að vera í einhver svona dressar eitthvað skringilana. Ég fór bara í leðubuxur, ég náttúrulega var með þær bara í töskunum minni. Hann mætti þarna eins og gómur og talar enga þýsku og hérna dyravörðurinn var sérst ekki hleypa okkur inn því að hann var klæddur bara og fínt og venjulegur og hann sagði, hvað er hann að segja maður? Ég sagði, hann er að segja að þú veist að því út í nærbuxum þá kemst ekki hérna inn. Herru, og hann var ekkert að segja það, sko. Hann sagði bara, þessi gæi er ekkert að fara hérna inn. Og ég sagði, ok, þú mátt ekki vera í nærbuxum hérna inni. Hann bara út á meiri götu, klæddi sig úr buxunum, fór úr nærbuxunum, stóð á tippinu hann í meiri Berlín, veifaði nærbuxunum í átt að hérna dyraverðinum. En ég var náttúrulega bara að ljúa á honum, dyraverðin var ekkert að segja, hann kæmist inn í að vera nærbuxulega, sko. Var hann til í að dyraverðin eftir þetta? Múfið? Nei, hann vissi náttúrulega ekkert hvað hann var að gera, skilja, hann bara mögulega ríkta lögguna eitthvað, sko. Það eru með sveppatrippin. Það er alveg vesen að komast inn á staði í Berlín. Já, ég er reyndar að, eiginlega bara döð fegin að hafa ekki komist inn, sko. Hvað ég anskotanum að gera á KitKat Club og þetta er meira bara svona með góða sögur til að segja félagunum á Íslandi. Þetta er svolítið að kíkja inn, taka hringin. Ég myndi aldrei, bara eins og ég oft sagt, ég vil freka vera bara einhver vískum pub splitta geðinu, fara á smá trúnó. Ég nenni ekki að setjast í brund. Það er ekkert eitthvað sem ég er að sækjast eftir. Þú lendir í þannig. Það er bara hljómsveitinni á Bríeti sem settist bara í brund. Það er náttúrulega frækt partí í Bergen sem heitir Slip and Slide. Það er bara kolsvart herbyggi, allir félagarnir fara inn, standi í hring undan á gólfið og svo renna sér þeir í því, sko. Það er no joke. Það er maður ekki vera helvíti rugglaður til að negla sig í þannig partí. Allavega búið með 2-3, sko. En ég væri Slip and Slide í kvöld. Ég væri bara svona, en að taka bara pílu. Nei, það er með Slip and Slide. Og hristum okkur á gólfið og svo rennum við okkur á bumbunni, þannig að það hljómar helvíti við það einu sem aldrei. Þetta er ekta, ég held að þetta sé ástæða fyrir ég er bara ekki Berlínar maður. Þetta er of mikill kultúr fyrir mig. Þetta taka Slip and Slide. Já, við eigum, sko, við þurfum að, þegar við vorum í Berlín blöðum daginn, við vorum algjör amateurs, við vitum ekki neitt. Við vorum einhvern tour á okkur gömlum SS fóringjar, sko, sem
alltaf að drepa Gilsan og setti hausun upp á topplúuna sko. Og hérna Ég hef aldrei, við höfum rætt þetta nokkur sem í þættinum, ég hef aldrei séð mann bara skipta skapi að pratt á ævi minni. Þetta var bara intalegsti maður sem við höfum hitt, svona eldri maður, bara private tour, elskaði Ísland og var að spura okkur fullt. Það var svona basically eins og verið með afaðinum. Hann var það indæll, nema svo bara setur Egil, fer upp topplúðuna, ætla að sjá veggin hérna, Berlínarmúrinn. Sjá hann aðeins betur. Veggin, þegar hann setur hausinn upp lúðuna, það kom eitthvað svona. Já, að snappa. Já, vilt ekki styggja Þjóðverðan sko. Nei, við sáum það. Ég veit, þú veist aldrei góður sko. Ég var bara setti bara duddu í mig. Svo settist ég bara aftur í og ég þagði bara næsta hálftíman sko. Það var þannig lestur sér í fer. Þetta var ekki eitthvað svona fyllir í stæmi. Ég ætlaði bara að sjá þess. Já, ég ætlaði bara að ég sá á vegginu sem að ég höfði að kíkja þess betur og bara og ég aldrei séð gæja reiðan. Og hann bara og serði svipnum okkur sem svona genuinely reiður og hann brjála. Ég bara augunum. Ég fatt ekki alveg hvað ég gerði. Ég bara kíkt topplúuna og allir feskir og svo reyndi hann að halda túrnum áfram. Yes, okay, I'm sorry about this incident, you can't do this. Við bara, okay. Maður hlustaði ekki orð sem hann sagði eftir þetta. Man allir bara, komdu okkur heim. Þetta búið þarna. En við förum aftur til Berlín og tökum við Sexy Room með. Já, það getur munið. En öllum þessum stöðum, nú ert að ferðast helviti mikið, eins og talar að þú býr pínu í ferðartasku. Hvaða borg myndur þú mæla með fyrir hlustendur nefni í Vimblöðum? Herðu, ég hef búin að vera ógeðslega mikið í Madrid. Madrid er geðveik borg sko. Hún er góð, ég hef aldrei komið að það. Og líka góða við Madrid, það er svo ógeðslega heitt á sumurinn og það er ekkit margir og rugglaðir eins og ég að bara vera út á golfvelli í 35 gráðunum sko. Þannig að allir golfvelli bara algjörlega tómur. Of heitt bara. Allt of heitt. Og bara þeir eru inni hjá sig bara að draga fyrir á sumurinn út að hita. En bara golf er til Madrid með kultúr og golf. Ég segi sign me up. Já, ég er til. Þú kerðir þetta bara yfir daginn 3 tímaðan yfir. Já, ég gerði bara surri til að hitta ykkur og fekk einn íkól. Já. Það er ekki vesen. Ekki flókið líf. Þetta eru öflug að kíkja til Madrid. Já, 4 tónleikar á morgun. Já, maður. 4. Hvenær í anskotar er þessi 4 tónleik? Hvenær byrjar og hvenær klárar það? 12, 3, 6 og 9. Shit. Ég held að sé ykkur 20 miðar eftir á 12 tónleikana í stæði. Já, uppsett allt hitt. Já, bara uppsett bara strax. En við höfum verið svona erfiðar að selja stæðismiðana. En við erum að selja sko miklu færri miða á stæði núna heldur en í fyrra. Þannig sem meira pláss og... Já, meira pláss og mögulega voru einhverju tónleikar í höllinni í fyrra sem var einhver tróningur á. Hverju, ok. Við veit hvað idiots voru það. Mögulega fengum við einhverju... Svo voru einhverju tróningar. Mögulega fengum við einhverju harðari reglur. Það er ekki að tala um einhverju aðra tónleika en það. Það er sko 4, þú veist út bara, það er bara beddin og þeir eftir 4. gigið og bara... Já, svo bara beint til Bahamas. Já, hvenær ferði til Bahamas á morgun? Ég flýg kl. 5 á sunn. Jesus Christ, hitta your celebrity model friends. Eðla ásækjað líf sko. Við erum ekki með 4 tónleika eða 13 tónleika í höllinni. Við erum með sjallarreindar, það er uppsett í sjallan á morgun. Ekki með 4 gig í sjallanum, með 1. Við erum með 1 og svo bara fljúum við heim að hitta börnun okkur. Ég er ekki að fara til Bahamas á sunnudaginn eftir sjallan. Okkur förum við ekki til Bahamas? Nei, það er ekki gefandi maður. Við erum með börn og þú veist, þurfum að jafnvel að skipta á og eitthvað. Það eru bæði börnin mín að fara á það gig á morgun og þeir sko. Þau verða kólvillis á það. Já, ég elski það sko. Ég er ekkert eðlilega peppa. Þið líka ekki metta þetta. Búið að dansa einhverja. Hver er slagasti dansarin af Ice Guys? Ég veit það er ekki þú að þú vannst ykkur heimsmeistarkeppni í dansi. Þú ert besti dansarinn það er staðfest. Og ég veit að John var í close second. Frikki Dóri með svona childbearing hips og sweet moves. Hver er slagastur? Að neta hana? Það er hvað þú finnst ég að spyrja. Þetta er svona pínur svo Steindi gerir stundum. Já, Steindi spyr stundum og svara fyrir viðmælanda. Ég held ég að við svara þess. Það er ekki netana. Sko málið er að dans getur verið svo afstætt hugtak sko. Þú veist, netan er náttúrulega bilaður performer sko. Besti rappari í Íslandssögunum. Ég er bara þar. Já, sko ég var á Bent vagninum. Það er bara í dag eftir að tala minn skít. Það er bara staðfest að herran Heitusmjör er besti rappari landsins. Já, klálega, hann var að sína mér einhverja eldgamla klippi á sér. Hann er miklu svalar í dag, ég verð nú að gefa hann það. Hann var að sína mér einhverja eldgamla klippi á sér þegar hann kom fram í þriðjudagskvöld með Frikka Dór og munið eftir þeim þáttum. Frábæri þettir.
greinlega alvöru budget í þeim þáttum á þeim tíma. Það var þetta fínu þetta, sko. Ég veit það. Ég ætla ekki að taka það fyrir Þar var hann að rappa, þú veist, og þar var hann bara 14 ára eða eitthvað og þú veist, hann er búin að vera svo lengi. Já. Og hérna, maður gleymir í sko katalógurinn hans gal. Svo var það bara svo mikið fókus sko að ná árangri og Ég veit það. Patrik Hæni orðaði þetta svo ógæðslega fallega í bannaða hlæja. Hann átti að rósta hnetuna og segja bara, þú ert bara að lifa drauminn minn, þú ert að lifa Hollywood drauminn sko. Þú ert fullt af peningum, fallega konu, þú ert með Ozempic andlit og bara hann byrjaði að horfa á hann eitthvað. Svo sagði Patrik Hæni bara, varst ekki bara einhver feitu krakki í neyslu? Og svo fyndi samt í þessum þætti sem kom fram hjá Frikka, var hann með eitthvað svona verkfræðinga gleru sko. Hann greinaði með, þú veist, -4 og -5 eða eitthvað og var bara eins og algjör gangster í neyslu en samt bara líka einhvern veginn smá verkfræðingur. Já. Það var mjög sérstætt lúk. Drullusegur. En hann er flottur í dag. Já, þannig að þú vilt ekki kannski gefa út hver er svona, þeir eru allir góðu dansarar. Ef ekki að segja bara að við séum allir með okkar stíl. Allir með okkar stíl. Það ekki. En hver er sísti söngurinn? Sísti tala. Allavega með minnsta rangeið, það er ég. Það er ekki söngari? Jú, ég elska að syngja. En þú betur að syngja heldur við þrýr hérna. Sexy Roo-lagið er á repeat í bílunum hjá yngsti greiðslíkurum innbyggður alltaf Sexy Roo. Það er svoleiðis. Alltaf. Brjóta það líka. Er ég að brjóta hjörtu í börnum að segja að ég tek ekki Sexy Roo á fjölskyldugíkon? Aron Leo, 4 ára, hann mun sparki eitthvað hann á Laugardalsvelli og tekur ekki Sexy Roo. Hann mun sparki eitthvað hvort sem hann tekur eitthvað ekki. Það er ég heitt hann sko. En er þetta ekki skrítið að taka Sexy Roo á fjölskyldugíkon? Ekkert eðlilega gott lag. En bara svona En okkur ekki helmingin eða eitthvað. Helmingin? Já, bara Roo? Já, bara neitt helmingin af laginu. Tekur bara 90 sek, kemur aðeins inn á þetta. Sexy Roo, eðlilega gott lag. Ég verði aðeins að taka undir með Roo hann. Ég myndi heimta Mér finnst það skrítið. Ég myndi kasta ykkur í því að væri þarna og myndi ekki fá Sexy Roo kveikjar í andlitið eða eitthvað. En tekur Sexy Roo á kvöldtónleikum? Já, það er gefið. Það er endur eina skeitan, við erum alltaf með Sjallan á sama tíma á Æskas. Já, við tökum pásu á næsta ári í Sjallanum og vonandi verður það Æskas en þá að gigga, ég veit að hætti þessu ekki selju 4-5 tónleika kassiðinn Árslun Góms bara þarna á 5 mínútum Já, sko, það er nú líka kostnaður við að halda svona, skilja. Við viljum að fara yfir þátt dagsins. Sexy Roo, talandi lagi Sexy Roo. Hann vildi vera með Þekkið ekki í dag. Það er rosalega. Hann er diggulhustandi og vildi sjá Þekkið ekki og ég fíla það. Okay. Þannig að ég og þú Egill erum að fara að keppa Þekkið ekki. Það er sjálfgeft og það er skemmtilegt. Spurningkeppni gerist annars, hvað er að vinna með þar? Já, hörðu, það er King of Being a Sexy Boy. Okay. Sem ég ákvað. Ég finn alveg strax hvað. Já, ég er underdog. Þú ert ekki clear favorite. Ég er líklegur þar. Rúrik er hann er líklegri. En það er skemmtilega þess að keppni, það er aldrei þetta fullir hann eitt, sko. Ef þetta væri stuðlar, er þetta 1.20 og 8.40? Nei, þetta er miklu minn 1.20 og þetta er 1.005 á Sexy Roo. Hvað er ég 15 þá? Þú ert 12. Frábært. Þú ert ekki, en málega, en að elska allir underdog. Já, ég mun gera mitt besta. Og þú ert líka, hörðu, má ég glemma, þú vannst líka Sexiest Man in Iceland. Já. Það er bara það, ég meina, ég er ekki búið það til, það er hárið ett nokkur ár síðan. Þannig að þetta er á lífi. Svo erum við með sturlaða staðreyndir sem hafa ekki verið í smá tíma og svo ætla ég líka að henda ykkur í ég ætla að henda ykkur í hvort myndir frekar og það eru skemmtilegar. Það er þéttur í dag. Já, það er þéttur þáttur framöndan, við erum í gír og vonandi þið líka, en ég er að spá að byrja bara talandi Æskas í höllina á morgun. Þetta verður væntanlega tekið þetta ekki, þessi típisku jól. Jú. Já, komum eftir fyrsta jólalagi sem við spilum í FN9 blöð, en það er komin 12. DS, stekkjastur mættur á smá jólathema hérna. FM 957. Típisku jól, þið eruð að hlusta á FN9 blöð hér á FN957 og já, það vill þú skemmtilega til að einn af söngurinn með þessu lagi er gestastjórnandi í dag, það er okkar besti maður, Rúrik Gíslason, sem situr hér í sæti Steinda sem er mættur til Akureyrar með familíuna. Takk út City of Joy, ætlar að hafa þetta allt tilbúið fyrir okkur þegar við mætum á morgun. En það er uppselt í Sjallan, þannig að það er þetta ekki eiginlega svona skemmtilegast að gigið okkar Egill, er það ekki Sjallan? Já, ég veit alltaf eina gigið sem er árlegt í okkur. Já, það er búið að opna hana á báðarhæðirnar, fólk er að ráa hana upp og niður og þetta er svona einmælstemmingin. Alltaf kolvittlus stemning á Sjallanum, þannig að allir mættir í gír. Sem er líka veistla og svo gigi. Já, bara til í stemmingu og svo líka alltaf gaman, við förum í böðinn og svo förum við á strikið í steik og raut og þetta er svona day of fun og erum með Smashmouth. Þú græða böðinn á morgunna? Ég er endar, þau vantarlega að hlusta, það væri frábært að þau myndu bara læna þessu fyrir okkur. Þannig að við mætum bara hana og já, þú tala bara við fólki í gegnum útvarpið. Já, ég er að þetta væri bara klárt. Síðast voru við pikkaður upp með
rútu frá skóaböðunum og eigandinn kom og sótt okkur sko. Það var þetta grjótar. Birki Bjarna. Já, þetta ekki Birki Bjarna, hann en investor hann. Ég tala bara the founder. The founder. Egil fyrir beint í founderinn. Birki Bjarna ekki fættur í gerð, hann er beitt $1 2 mestari. Já, vel gert hjá hann. Sko, ef það er einhver sem á fjárfæst í böðum Egil, lást það þú. Ég veit, það er enginn á Íslandi sem tala mér þetta. Ég veit, flókið með máli, ég er alltaf ekki með sama budget og King Birki Bjarna, sko. Þannig að það hefur verið næs að vera að fá pitchið, sko. Já, en herri, ég ætla að fara í slúður, drengir. Og ég ætla að byrja slúðurpakkana Gossip, það er hérna Pamela Anderson og Liam Neeson. Þau voru par tíma, léku saman í Naked Gun, nýjustu myndinni, sem var nú bara helviti fyndin. Þú búin að sjá hana? Nei, ég var hana inni. Hún var lúmsko, hún var skemmtileg. En þau eru hætt saman. En bera mikla virðingu fyrir hvort öðru og Pamela Anderson var að segja núna í einhverju viðtali að þetta var ekki eitthvað bara til að prómóta myndina fjölskyldu þeirra. Ég ætla að spyrja því hvort þetta hafi verið út af því með þetta var allt skrítið þetta með þetta, voru þau saman eða ekki? Já, hún er einmitt að fara það, þau áttu bara í ástarsambandi og fjölskyldur þeirra voru búin að hittast og það finnst hún talaði bæði fjölskyldur og allir aðstofamenn þeirra. Svona, já, ok, ertu náinn ef aðstofamenn þínir og aðstofamenn, Liam Neeson, er hann með ykkur aðstofamenn? Hver er aldursmunurinn á þeim? Pamela? Hún er 67 ára gerð. Já. En Neeson er 52, sko. Já. Þannig að hann er bara sum aldrei og slæst alón og hann er 73 ára. Er Liam Neeson 73 ára? 52 árgerð. Hápið 55, hann er 70 pluss 3. Hann er 5 árum eldri en já, hann hefði verið gaman hjá okkar besta manni en að stutta tíma sem þetta var þessi festla var í gangi. Þetta var þetta ekki alveg ást? Jú, hún talar það, þetta var bara þau voru ástofanginn en svo sloknaði og að mikið að gera hjá þeim báðum. Var ástofanginn í stundum tíma, nokkar mánuði. En eru góði vinir í dag? Já, mér finnst það alltaf fallegt. Manstu þegar Landaköst lánaði þér Vaffa-Öspólun á sínum tíma? Hann lánaði mér ekki neitt. Ég sá aldrei þetta vídeo og ég er ekki svona að grínast sko. Ég var bara einhverju spólun sem pappa átti sko. Svo er það Hollywood, Leonardo DiCaprio. Hann forðast sviðsljósið. Hann var í forsíðu viðtali Time. Hann var valinn Entertainer of the Year. Rosalegt. Sem hann var að fá núna í fyrsta. Þú varst nú að fá einhver velun í daginn, eða ekki? Yeah, Shooting Star Actor of the Year, kallar minn. Shooting Star? Shooting Star Actor of the Year. Ég fór að tók Málm í Austuríki. Það er rosalegt. Það er sem ég gerði. Það er ekki svona grínast. Ég var alveg stoltur sko. Þú veist, ég er náttúrulega ekki kannski leikara svona í grunninn, er ekki búið með eitthvað nám og eitthvað, en ég hef leikið og gaman af. Hvernig kemur Netflix myndin? Apríl, ég er að fara til Berlín í janúar að byrja að promótera myndina. Hvað heitir hún? On Netflix. Ég má ekki segja. Máttu ekki segja hvað myndin heitir? Ég má ekki segja það strax. Það er rosalega skrítið. Það er bara, þú veist, Netflix og Þjóðverjar. Þú segir það verður lestur. Það þá bara, það er bara, þeir eru bara slöfað. En þú ert með aðalhlutverki, ekki? Jú, já, ég með það. Og er það fyrir þetta á Netflix á Íslandi eða? Bara international. Já, love it. Það verður á bara fjölmörgum tungumálum og döppa og alls konar á spænsku. Ég var nefnd að horfa á bíómynd sem ég gerði með Warner Brothers í fyrra á spænsku. Það var alveg sett þetta. Hola, yo soy Einar. Ertu fín í spænskunni? Nei, ég er náttúrulega döppa ekki fyrir sjálfum með spænsku. Ég held að reyð bara að tala öll tungumál. Ég hef ekki sko að það. Ég held að það sé að veistla sjá sér döppaðan. Það var sett þetta. En samtalið smá ego. Kýll. Ég bara trúi því. En sko hérna með DiCaprio, hann er basically, hann var að segja í viðtalinu að ástæðan fyrir hann alltaf með, hann er ennþá með COVID-grímu allstað sem hann fer. Ég veit það. Hann er að reyna hann er að tala um hann vil forðast sviðsljósið og ekki vera að sína svo mikið svo fólk fá ekki leið á sér. En þið fóru að hugsa, ertu ekki að bjóða meira athygli heim út með COVID-grímu 2025? Þegar maður sé fólk með grímu og maður hvað er þessi trúður ennþá í COVID? Það taka fleiri eftir hún með grímuna 100%. Líka bara, þú veist, ég sé einhver myndbönd á honum sem hann er að labba inn úr bílum eða sérst út úr bílum og inn á eitthvað hótel. Það getur ekki verið gaman, sko. Hann bara virkar óhamingjusamasti gæi á jörðin, sko. Hann bara lítur ekki upp, húa yfir augun og gríma. En er það nokkuð, þú veist, eðlilegur það ekki, en ekki alveg farin í haustum sem margir Hollywoodleikar, en samt hann náttúrulega barna, það gleymistundum að talandi eins og með Macaulay Culkin og fleiri, að Leonardo DiCaprio búin að vera frægur sinna á 14 ára, sko. Ég meina, Titanic kemur 97. Já, þá verður náttúrulega bara frægasti maður í heimi, sko. Já,
En hann ekki það? Ég meina, þú veist, hann ekki frægast maður í heimi? Já, og hann líka einn af þessum leikurinn sem virðist ekki geta leikið í lélegri mynd, sko. Hann með Tom Cruise. Hann velur bara winners. Það ótrútt helvíti, sko. Við taktu eina slaka mynd, bara til að sína á þetta mannlegur, sko. Hvernig var hann að myndina sem hann var í skóginum eitthvað, The Revenant? Já, það var björnin hann. Já, var hún slaka? Nei. Hann fekk Óskarinn fyrir hann. Já, svo það. Hún var drullu góð, sko. Og líka atrið þegar björnin fer á, það var brútal atrið, sko. Mér geggju, sko. Herru, svo allir endast lúrið á, sko, eru þið búin að sjá, þetta er farið væral, hérna, með Jason Bateman og okkar bestu menn, eru þið búin að sjá, hérna, nú er bara dottið út mér, hérna, hvað heitir hann, rauðhærði, hérna, grínisti spjallið, hérna, Conan O'Brien, eru þið búin að sjá spjallið, hérna, með Will Arnett og Conan O'Brien, það sem var að tala sko, Conan O'Brien, þegar pappan stó, þá sendi, hérna, Will Arnett skilaboð á Conan O'Brien og sagði bara, herri, hérna, samreikist með pappa en bara, hérna, ást frá okkur í fjölskyldinni. Conan O'Brien svaraði honum, ég held að Jason Bateman hafi drepið hann. Bara hann nýbúin að missa pappa sinn og þeir eru vinir, sem sagt, Will Arnett, Jason Bateman og Conan O'Brien og hann, hérna, grennir og hlátri, sem sagt, Will Arnett. 2 dögum seinna, þá missi Conan O'Brien mömmu sína, pappan svo búin að vera veikur og deyr mammans 2 dögum seinna sem var algjört sjokk. Þá sendi Will Arnett á, hérna, Conan O'Brien, hérna, Jason Bateman er að spyrja hvað heimilisfangi á systiðinni svo þetta er líka en bara þeir eru að segja frá þessu og þá var bara Conan O'Brien að segja bara hann syrgir hann bara með gríni og svo var núna að koma í ljós ástæðan fyrir ég vildi fjallum þetta er að Conan O'Brien var núna að posta eftir þetta fór allt hérna væral í podcasti að systir hans sendi á Conan O'Brien my guy couldn't take Bateman Það var einhverju nýri myndatöku sá ég sem var eitthvað óvunni sexy og mikið að gellum hann er að fá hitta sko og mikið að gellum var eitthvað hörðu þess að hann óvunni huggulur hann er að taka steinda á þetta hann kom með svona liða sítt hár sko þessi gæ hérna og sér hérna góðleikari sko þessi myndataka hérna er búið að setja gellurnar eru bara það er að missa sig ég skilða alveg sko mér finnst það flott en eru gellur veist það verðast að liða, eins og blöður komin að liðað hár, svona röff liðað hár, svo hard right now. Svo hann er með núna, þetta er Stendrik-látin í friði, sko, þetta ekki fara út í búð, sko. Ég finnst Stendir þegar ég hitt hann um daginn, mér finnst hann drullu flott hann er alltaf afsaka þetta hár, það fyrir honum ekkert eðlilega. Já, þú veist, bara ef hann nennir að, þú veist, málið er út með svona hár, það er bara eins að gefa því, skilur þú? Já, næra þetta. Næra þetta, skilur, bara eins að, þú veist, care. You have to care. Þú veist að segja þetta Þú ert með mikið hár, það þarf að sjá þetta hár eða ekki Ég vakna ekki bara svona sko Nei Síðastan sem minna ræði sem þetta er hár við skuldum auðlýsingar FM 957 Þetta er lag, þetta eru Úlfarnir okkar bestu skaffiringar og já það er ekki svona hvað að segja, þeirra stærsta reynda sumarið er það ekki bara besta lag Úlfar? Það er mest spilað lag hjá mér á Spotify ásins sko Þeir eru huge Það er ekkert eðlilega gott lag sko en það eru þetta snillingar og Það er tekið hérna, það er svona þú getur farið poll á Spotify sem rap árinu og segi Spotify hvað gamall og hvað tónlistu hlustar á Fórið það? Já, ég sett það í story í dag, ég er 66 ára Já, veist hvað ég er? 18 ára Allir vinir mínir 60, 70 Snorri var 8-10 Svo fyrir ég 18 Ég ætlaði bara að hlusta Ég er hlusta á raftónlist þessu, veist Bönnunars er ekki 18 ára Ég er bara, yngsta sem ég séð sko í þessari könnun sko Þú ert með tónlistarsmekk á því 18 ára með Spotify Ég var ekki 70 ára allavega Ég veit ekki, ég þarf að Þú ert tjekka á þessu, þú ert líklega með til að halda eldri sko en þarna, þú hlustar á gömulög Nirvana og Guns og eitthvað ég hitti bara rétt Við tjekkum á þessu Já, en ég er að spara hendi ykkur drengir í lið sem að hefur ekki verið lengi allavega, ég hef ekki stjórn á hann í langa tíð og hann heitir Kortmyndur frekar Svo er Rúrik með þekkið ekki á eftir en eru tilbúinir? Já Kortmyndur frekar, vilja vera besti dansari í heimi eða besti pílari í heimi? Shit, þetta er góð spurning maður Hvort veljið þið þarna? Já, það er stórst Hvað kæsir ég að vera besti dansari í heimir? Sexy Root, þú ert nú að þetta Hvernig breytir $1 í því? Alla spurningar núna, hvort myndur þú frekar er eitthvað sem tengist Rúrik Já, ég minna, það er alveg kassi að vera besti pílar í heima á sponsorships Já, lúkli Þetta var svo stórt sport maður En hvernig er, hver er besti dansari í heimi? Hvernig dansar? Er ég að dansa með, þú veist, Beyoncé einhver staðar eða er ég bara einhver staðar samkvæmstans er ég bara, þú veist, að reyna að meika það í Blackpool Bara þú ert bara bestur að dansa í heimi Bara bestur í öllum dansum bara í heimi Já Ég held að það getur alveg verið sérstæði sem að getur skapað
pening sko. Já, bestur í öllum Þú fer alltaf beint í peningin Nei, ég veist, þú ert að velja þarna besti dansar heima, besti pílar heima auðvitað hugsaði að það, ég meina hvað Peningafærið ekki hamingi sko En dans gerir það En píla mjög töff sport sko Ég fór að hugsa, það alveg töff að fara inn okkur pub og þú ert bara bestur í heimi sko Það veit ekki að því Sko, nú ég ekki mikið endilega alveg inn í pílusennunni einhver pílari sem bara svona með sixpack og eitthvað Nei, þetta allt nerd sko Severe nerd sko Þú getur samt alveg verið sexy í pílu En svo neglaði bara 20 hægri vinstri sko og það gerir það sexy sko Þetta svolítið bjórsport Nú ég vonandi ekki að því að maður fær svo oft eitthvað senda á Instagram Þetta ekki bjórsport Hvað meinar þetta bjórsport? En svona í heiminum ef maður eitthvað pílar að hlusta þá tengir maður svolítið bara að vera á pub með eitt Guinness og að kasta pílunni En auðvitað að kunna dansa þú veist, það sexy look sko að kunna dansa sko það geta bara farið og Þú veist, ég hef aldrei, það ekki búið að vera my shit sko, dansa mikið sko Þannig að rúr ekki meira með það sko Ég er með stjæradansin eins og ég kann En hvernig þegar þú ert erlendis að djama? Er þetta að taka spór á dansskólinu? Það svona fyrir eftir prómili, eiginlega, stundum yfirleitt Þannig að dettur inn? Já, dettur alveg inn, ég hef gaman að því Þú veist, að taka gott brúðkaup og svona snúa einhverjum í ringi og svona Ég hef gaman að kunni þetta, skilur Það gaman að, þú veist fara upp að 70 frænguðinu og taka snúning bara kunna dansa ég er eiginlega sammáli það var auðvelt svar með fyrst ég er eiginlega snúast aðeins það væri líka drullu gaman að kunna dansa sko. Ég held að sko að þú veist sko ég held svona dansin mögulega færir þeir sko allavega svona gellur einhvern veginn og svona, ég veit ekki ég pílar minna sko það er ekki mikið ég ekki sem mikið að gellum hann þegar það verður að sína úr pílu Nei, það er svolítið þetta er bara Nú er þetta bara hvað eru gellum hvað er endið þetta er ekki tóðfötusalva gellum og allir palli sko Nei bara, þú veist, ef þú bara heimsmeistar í pílu og bara eftir með, þú veist, eitthvað svona sjó bestur í heimi og með danssýningu hvorum megin myndur þú sjá einhvern veginn fleiri Heldur góða punktur Já, ég held reyndar ef ég væri besti dansar í heimi þá væri þetta svona svipað ef ég væri besti söngur í heimi ég væri óþólandi Væri alltaf dansandi Þetta grínast Ég væri núna bara Takk að 2-3 sko Hey, tjekki þetta Ég held að ég tæki dansarann svona bara eftir ég svona aðeins búin að hugsa þetta í gegn Já, þú tekur að vera besti dansar í heimi frekar besti pílar í heimi Ég er alveg orðið 50-50 en ég ætla að go with my gut fyrsta sem sagði var pílan til pílan Þú tekur pílan, ok, fíla, ekki sammála Þá er það næsta og þessi getur orðið erfið fyrir ykkur og aftur eins og ég segja og tengjast spurningarna svolítið gestastjórnanda dagsins Hvort myndur þú fyrir ykkar? Aldrei greiða þér aftur eða aldrei tampust þér aftur? Ói, bara þetta er erfið maður Þessi er eiginlega bara Þetta er viðbjöð Þessi er ósangjart sko. Þetta er ógreittur alla daga Þetta er létt fyrir suma í stúdíónu allavega Ég myndi halda að fara með tampusta mig Sko að tampusta sig alltaf er ógeð að gera það ekki sko. Það er ógeð Það getur alltaf engi verið kringuð bara en veist En það er líka ógeð að vera ógreittur Já, þú veist, má ég ekki einu sinni Ég er nýbúin að koma inn á það Hárið á sexy room núna Já, þetta er mjög flott Hann er ekki ógreittur núna Nei, ég er nýbúin að koma inn á það Þú veist, Steindi þarf að gefa aðeins hárinu sínu skilur þá er hann ógeðslega flottur og það er að nurture it En má ég setja hendurnar máli má ég, veist svo, ég er ekki með greiðu má ég fikti þið með putton Auðvitað ekki, það varst að greiða þér Hvað er það? Hvernig, sko, ég held ég að við sé þig krúnur að fórum við Ég var í hérna drauminn Ég mætti Dubai í drauminn Það var blöð að stríða mér og hefna sína til einhelti í 15 ár og snóðaði mig En að ég segja okkur var svona flottur En að ég segja okkur var svona flottur Serðu svo höggu sem hann er með Hann er ekki með hjöpahöguna samt hjöpuðl með hann sem er flottistu höggu Ég er ekki með hjöpahöguna Já, en hann er með svo mikið pétuspor Sumir fíla, aðrir ekki Þú veist, hann er með svona hreitni höggu einhvern veginn Og kjálkalínan hans er bara eins og Þú veist, þetta er 90 gráður kjálkin á hann Takk Aldrei spáði í Nei, takk fyrir Ég elska að heyra því sem er góða kjálkalínu sko Hefur aldrei pælt í þessu? Ég er bara beint í kampaði til þátt Það þurfti ekki meira til að gleða gilsana núna sko Það er einhverju ótrúlustu kjálkalínu sem við séð Og höggu Egil high on life núna Þannig ég get alveg ímyndað Nú veit ég gæti alveg svara með fólk spyrir ákvæmstu huggulegur snóðaður Ég gæti alveg svara því og núna veit ég að ég er með 90 gráðu kjálkalínu sko Heldur þið gott að geta svara því Ég snóðaði með 12 ára og það var aldurinn sem að sko, þú veist, kynþroska málið með þegar ég var kynþroska þá byrjaði bara nefið á mér að vaksa
og allt annað var bara alveg eins. Þannig að ég var bara eitt, þú veist, ég var rekandi nefið á mér í hluti bara í 2 ár, sko. Það, þú veist, ég veit bara að læra inn á það, sko, stærðina. Þannig að það var ekki góður aldur að krúnurökri, en ég oft hugsa að prófa það aftur, skilur við. Sjáuði Beckham, fyrir hann nóða þessu á sínum tíma. Ég er nokkuð vissum að þú myndir bakka upp, sko. Ég þarf svar, drengir. Að sleppa að greiða ykkur að tapast að tvennu illu, sko, ég get ekki verið andfúll. Nei, sama, sko. Þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega verið með tyggjó. Þetta er hrikalegt auðvitað. Já, þú veist, ef þú tampist það ekki, þá verður það svona allir í skán. Já, og líka að vera klístraður í munnum og svona ógeðslega óþægilegt. Já. Ég gleymi aldrei þegar í fyrsta sinn sem ég drakk áfengi, það var á Benidorm 1997. Ég náttúrulega þoldi ekki bjór, hann ég var alltaf að drekka Lemon Hooch. Það er anskotra með Lemon Hooch. Basically eins og Breezer og allt þetta rusl. Já, sem er geðveikt endar, sko. Já, herru, ég glemdi, veist, ég var að drekka bara í fyrsta sinn, ég hef aldrei dottið í það áður. Ég dætti að frá svona 2 daga rall á Lemon Hooch, glemdi að tampista mig, svo vaknaði í daginn, ég gæti ekki tennurnar í sundur. Það var fastar af sykri og viðbjóði. Mástu að við hóti Bene? Já, ég maður Couple of Youngbloods. Og paparazzaður og segway hjólum. Opnum bara miðlana silkislagir með einn ískaldan bjór, ætlum bara að fara að ræða málinn félagin, horfa á sjóin. Það var vond. Fyrst efsta frétt á miðlunum og Blue og Gilsi paparazzaður, sko. Það er líka bara 2 á Benidorm. Opnið, hvað voru þau, 32 ára eða 31 og viðbjóður. Herðu, ég þarf svar. Já, ég ætla að greiða mér og krúnuröka mig og vona. Já, aldrei greiða mér aftur því miður. Þið takkið það. Þá er það síðasta. Og sko, ég þurfti aðeins að breyta þessu sérstaklega því að ég veit eiginlega að þú kallaði influencer, segir maður það ekki í dag, maður segir ekki content creator. Já, bara creator. I create. Maður á ekki að segja influencer. Nei, sko, Rúrik uppdættum með það, hann var með Celebrity Model Friends og þá sagði og þá sagði þú ert í ykkur súlandir lífi, og þá sagði I'm a creator. Þá er ekki, þú veist, því að þú veist að búið stitt þetta niður í það. Já, þetta er ekki content creator. Nei. Ef ég væri núna í einhver partí með svona fólki svo þeir Sexy Brew, models og ég myndi segja I'm a content creator, myndi allir hugsa, ok, þessi gæði er a fucking idiot. Já, bara það væri svolítið eftir á. Það ekki? Já. Ég segja, en ef ég myndi segja þú mátt það í mínum hóp. Ef ég myndi segja I'm a creator Líðasti creator bara á landinu. Ef ég myndi segja I'm a creator, þá myndi þetta vera bara This guy knows what he's doing. Yeah, this guy knows his shit. Ok, það er tilbúinir. Aldrei spila golf aftur. Eða aldrei skoða Instagram aftur, en þið megið posta, en þið megið ekki sjá hvernig það gekk, mátt ekki sjá kommentin, mátt ekki sjá like-in. Þú veist, ég er að hugsa núna því að þetta er vinnan hans og Rúriks. Og mín líka. Nei, bara alls ekki. Þetta er vinnan okkar. Nei, þú ert að koma fólki í form. Rúrik er að model. I create content samt, sko. Já, bara einhver bjór í slow motion með einhverju konu er lægi. Telur allt. Sko, hans stíl. En sko, ég var að fara að svara þessu mjög hratt, en svo segir að við megum posta á Instagram en ekki skoða. Það gerir þetta aðeins hérna, annars var þetta bara, annars verður þau að bara aldrei spila golf aftur, sko, eðlilega. Þetta er alveg trikki núna. En finnst þið gaman að skoða Sexy Brew og veist hvað aðeir eru að posta á hún? Já, þú veist, ég verð fyrir áhrifum, sko, svolítið þar, sko. En svo er þetta líka að þú setur eitthvað post og þú veist ekkert hvernig hann gengur, veist, þannig að leið að sjá ég er með frábært teimi sem að séu þetta fyrir mig að skoða, þú veist, allt þetta og senda allt það, ef ég gerir díl við fyrirtæki, eins og veist, ekki eil, þá þarf þetta alltaf að senda insight. Ég þekki það mjög vel, sem þú blöðkvöndavirkar. Þú þarf að senda insight, skilur við. Þú veist, ég get ekki bara farið hérna til eitthvað, whatever, bara Pepsi og satt bara, herru, ég ætla að rukka þetta og þá spyrja þeir af hverju. Sendir insight. Þetta er áhugaverð spjall, þannig að ef þú ert að, til dæmis ég sagði, þú ert að auglýsa boss, þannig að þeir vilja sjá bara hvað pósturinn, hvaða fólkið hann er, hvað aldrei. Bara allt svona margir horfa á stóri. Bara ef ég væri bara með, þú veist, ef ég væri með eitthvað fyrirtæki á Íslandi, Ölgerina, og ég er með enga íslenska followers, þá er ekkit vinn í því fyrir þá að vinna með mér ef ég er ekki með followers frá Íslandi, skilur. Þeir eru að reyna að selja á Íslandi, þannig að verðmiðin ákvarðast af insights, þannig að þú veist. Og þú ert með teimi sem séna það bara fyrir þig? Já, ég er með 4 mann sem að bara sjá þetta, sko. Það kannski ekki sama sem merkjur marga followers og margi horf á stóri. Það snýst alveg hvað þú ert að búa til líka, sko. Maður sér líka, maður spottar alveg út með keifta followers, sko. Já, það er rosalega skrítið að vera með 900.000 manns og svo með 13 likes og eitthvað myndir. Það eru líka bara alls konar upp sem að bara sjá það, þú veist.
þú með keifta followers Já, og það er ekkert sjá vandalega allar markastofur það bara, já, heyrðu, þessi gæmi þú bara rannsakar, skilur, hvað ertu með marga authentic followers, skilur erum við ekki að drepa áhörundur allir sem er að hlusta eru á the gram og það er allir að búa til content og þetta er mann sem bara er að vinna með þetta ég er bara til miður að því að þú veist, ég get lagt Instagrami frá mér og látið aðra sjá það, þá ég er hann golfpíkill En þú tekur golfi? Já Sko ég ætla byrjaði í apríl og ég er búin að hefa hell of a goddamn time síðan þá sko og þetta er búin að breyta fríunum minn og þú er líka með teimi Þú er bara fann að spá í, þú veist get ég golfað, þegar ég fer eitthvað frí sko. Þannig að þú getur ekki kipt í að mér en ef ég má posta á Instagram þú sjá ekki teimið posta bara fyrir á Instagram ég er ekki með teimi ég er með 4 manna teimi líka ég er með 4 manna teimi en þið ekki báðu golfið herðu, þetta var kortmyndur frekar hér eftir stöttastund fyrir við í spurningkefni Gilsarans og það er King of hvað áttur? King of being a sexy boy alveg rétt Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er þér að hlusta FM 957 hér á FM 957 Þetta er lagið One Less Lonely Girl með Justin Bieber Þetta lag hef ég bara ekki heyrt áður og ég er a believer en þetta er ekki hans besta lag Hvernig laumast þetta? Nei, hann hljómar eins og sé er þetta ekki svona gamalt og gott? Ekki hugmynd sko, ég veit ekki hvort að spila það Þetta er Before Puberty, heyrist mér alltaf svona röddinn hans En annars erum við í þrjusugýr hér við drengirnir Egil Einarsson, Rúrik Gíslason og Auðun Blöndal með ykkur til 6 í dag og við erum að fara í spurningkefni Gilsarans og það er hvað? King of being a sexy boy og já, eins og við rættum að þetta er ekki alltaf, veist, nú hugsa flestir og Rúrik er líklega að fara að vinna þetta það er ekki dörrugt til því sko Þannig að kemur ljós Já, ef ég þekki eins og síðast Hvað, það var ekki ein spurning sem hendaði mér Nei, ég er alveg dekkar við þið líka þannig sko Ef við nefnið þitt Sexy eitthvað Nei Sexy room, við nefnið þitt Sexy eitthvað Já Ég hef aldrei verið kallað sexy blöð á æfum minni og er ekki að fara að breytast úr þessu ég tek punkt hana Hún kallar lag sem heitir Sexy Room Þetta er lag sem heitir Sexy Room Ég tek það í höllinu á morgun Ég ætla líka að taka Older á morgun í höllinni kvöldið maður, shit Það er kannski að 2-3 myndir læra það lagrendan Mér er samt löðilegt út að krakkarnir elska Sexy Room Það er eina skitan að vera ekki með það Get ekki tekið á barnasjók bara því miður Þetta strippplast eða eitthvað Nei, bara, þú veist allir krakkar ára á YouTube og þau skilja ennsku sko. Já, það er góð punktur sko En já, ég tek punkt á það Já, það er hann komin yfir Býður Heidi Klum þær alltaf árlega í mótelpartíið sitt? Herru, nei, ekki síðustu 2-3 ára Ég hef ekki fengið bóð Það voru að viðkennast Við erum búin að týna heimlisvanginu Já, ég er nefnilega sko Já, meiri segja sko eftir síðasta partí sem ég fór þá voru bara nokkur sem fórum á hótelherbergi á henni og fengum okkur tróðaði drikki og hún og maðurinn hennar Það er rosalegt Já, ekkert sexuál, bara stemning en þetta var gaman Nei, herru, hún er náttúrulega skilið með Seal Já, það er mörg að síðan hún er með Tom Cowlitz í dag sko Er það skemmtilega pía? Já, hún er bara æðisleg sko Hún er bara frábær og ein í teiminu hennar er í teiminu mínu Hvernig væri nú á næsta ári þegar þetta partí bjótt okkur drengjunum Segðu bara sett með 2 meistara með þessu Ég get bara gert það Ég get bara gert það Það má steindi ekki koma Ég tvis að tekja vinn minn Þorvar með mér í þessi partí Þorvar verður heima næstari Það er bara hann En Heidi Klum er líklega að fara að bjóða þær aftur Ég menn þú bara viljast vera fyrst í gæða sem þú hringir í þessi partí eru Ég enda fór ekki núna í Halloween partíð hennar Því að þú veist að syngja stingið henni í steini á afmælistónleikunum hans Jóns Jónssonar í Hörpu Tókst það fram yfir? Já, ég gerði það Hittir orðið þreyttu það bara? Nei, það var bæði gaman Býttu 2-0 fyrir Rúrik Já, það byrjar illa Þetta byrjar ekki nóg vel Borgar fyrir hótelgistingar Auðvitað Á eins og allir sem er að hlusta Já, ég veit ekki Nei, hvernig reyfst þú síðan hvernig borgar fyrir gistingu á hóteli Ég er bara gaman að fá tímasendingin á því þú veist, er ekki skatturinn að lusta Þannig að þú þegar út ellendis þá bara postar af hótelinu og þú gistir frítar Það er bara regla í þínu lífi Það er alls konar sko. Stundum eru hótel sem að bjóða mér að koma og þá fæ ég greitt fyrir að koma og er kannski í viku og
spila golf einhverstaðar í Ölpunum á Ítalíu með pappa mínum og gera eitthvað úr þessu og síðast ég með pappa mínum og voru á metro með strákunum mínum við vorum ekki að spila golf í Ölpunum en halda það fram þetta er svona smá munur það kemur alveg fyrir greiði fyrir hótelgisting en svona er að tala um occasionally flesti þurfa bara að fara í lobbyið og borga þú veist, einhvern veginn flesti er að hlusta til greiða fyrir hótelgistingar sko í alvöru við erum að fá stig eða ekki ég held ekki punkt hann greiðlega borga náðast aldrei nú er dauðafæri fyrir þig blöð að fá punkt en jafnvel sexy brú líka hefur skriðið mjög sexy og mjög reiður nakin að viniðinum á hótelherbyggi það hef ég aldrei gert á æðið minni þú hefur gert það I was there man ég lappaði í svefn einu sinni það var það sem ég gerði það er ógeðslega þægilegt að klínus á að vera svoandi sko já sko þessi saga þetta er bara bæði Steind og Egill þeir eru bara svona legasjúk ég held reynda hann hafi verið ég held hann hafi verið sofandi ég gef hann það sko ég var að lappa í svefni en hann var samt þú veist, að lappað að mér og ég verið nærböksum þannig, nei, ég ætla ekki að taka stiga þarna þetta er ekki punktur á mig sexy brú, ok nei gætur þau rifið upp síman bara akkurat núna og hringt í Alessandro Ambrosio helviti er ég að fara að fá stiga hérna maður nei, ekki eftir að skipta síma já, þetta er gamla símanum gamli Blackberry þetta er óöfinn maður þú myndir ekki geta hendi það símtalið þannig okkur nei ég veit alveg hvert það fyrir þetta 6-0 nei, það er 3-0 þetta er ekki orðið það er 4-0 núna ég sé stærri comeback hann er ekki búin að svara ég sé stærri comeback í það punktur ég maður mögulega það var gaman að heyri í Ambrosio Alessandro Ambrosio já, ég með það hérna auðvitað þannig er hún kallar hana AA hjá mér þá er ég að fá fund sko. það er hérna niðri AA uppi já, ég er ekkert að stjórna þessu þetta er iPhone en sko, ok, hefur gæla stíð og andlitið á þér og lappað yfir þig til hann að komast til auðvitað Rúriks já, hann gerist í Vegas mér er aldrei á æðinu ég hef mikið liðið eins og ég sé öskubakki það var bara svona ég beið eftir því að tíðna mér bara drepa í á bringuna á mér og vestar auðvitað Rúrik og Andri Fimbo báður á lausu, nei báður á föstu ég og Svessi báður á lausu 2 sköldóttir það var bara það var óþólandi þannig að ég fekk stig það var lappað yfir ég hef aldrei eftir þáferð kom hettublöð vel til söguna það var leiðin heim ég kynnti svo ég kynnti auðvitað fyrir bassmóðum í þeirri ferð í New York þannig að þetta var góð ferð fyrsta kvöldi, það var á þunnur, ég fór ekki út sem betur fyrir fór út kvöldi eftir en það var ekki lappað yfir þig Rúrik til þess að komast að blöð þessari ferð ekki þá nefnum til að berja mig nei það væri ekki svona, nei, minnist þess ekki sko ég er alltaf komin á blað já, 4-1 eftir það sexy Það er fara handstig fyrir það við erum ekki auðvitað hvað kom eitthvað keppniskapið það er 4-1 eftir það sexy að Edition opnar hótel eitthvað staðar í heiminum þá ertu ræstur út á 0-1 og látið mæta sko, mér er bóð ég beði málega þú og Frank eru close ég var að gæla við þetta geti mögulega verið þú ert að fá bóð í þetta allavega orðað þannig ég gæti mætt, já ok, ég ætla að stela bóð sexy brew já, ég fæ bóð í slikt hvernig dýtlir við það? Þú gistur á Edition hostar create content gera eitthvað content og borgar ekki það er hótelinn að opna, nýtt hótel, glænýtt hótel geðveitt hótel, mælu með það er góð dýl sko og bara hefur svolítið gaman og hangi með skemmtilegu fólki og það er líka bara Edition hótelin eru í ruglinu hvað veist þið best Edition hótel, þú hefur verið á nokkrum já, ég fór til Mexiko og átti akkurat ammæli ég manna ekki, fyrra eða hitti fyrra og bara, þú veist, allir sem voru hana bara þú veist, þetta var geðveitt maður ég átti bara ammæli þarna á laugardagskvöldinu er það besta Edition hóteli á Mexiko? Sko, já, í rauninni sko mér finnst það alveg mega Frank sagði okkur í spjalli að hún veist best að vera á Bodrum já, heyrðu, ég glemt, hvernig geti glemt tíma ég er búin að fara síðustu 4 ár með honum að það opnar alltaf á sumrin
og fer ég alltaf í summer opening og fer alltaf og kikið þangað og djöfull það næs hótel maður. Eina við, það ekki beint flug frá Íslandi. Ég veit að Íslandingar elska beint flug. Það líðinu sko. Sérstaklega út með börn. Já, en þú veist, come on. Drullaður í 2 flug til að vera í bótrum sko. Þetta lúka vel á myndum. Ég og blöður að kíkja þarna. Takkið okkur með næst þið farið, þú og Frank. Sko, þetta er einspurning eftir og Rúrik búin að vinna 5-2 en blöð getur 5-3 myndi ég segja að væri ég get klóraði bakka Ertu það secure with your sexuality að kona má pekka þig reglulega? Það eru auglýsingar og svo höldum við áfram með þetta bara. Þetta er FM 957 Meira get ég sagt, þarna eru 2 alvöru rapparar og þetta eru þeir Saint Pete sem eru í Sjallanum með okkur á morgun og herra Hnetusmjör sem verður með Rúrika og Ice Guys. En talandi rappara, þá erum við komið með svona nettan guðfaðir rapparana hingað í stúdíóið og ein mesta slúðudrottning landsins líka. Hann heitir Dóri D. Þú ert nú meiri aumingin Ég er ennþá að kyngja þessu sko að ég sé guðfaðir rapparana. Er það ekki? Ég finnst Ég er orðin svo gamall í hettunni. Nei, ekki Hann er ekki eitseima Nei, alls ekki. Þetta er ekki þannig En þú ert búin að vera helviti lengi í senunni, eða ekki? Rap-senunni. Þetta var meint sem rós en ekki þess. Ég náttúrulega hef þannig séð ekki rappað síðan svona 2009 sko. Já. En af hverju? 2011. Veistu það, þegar ég fór yfir í uppistand þá hætti mér bara, þú veist, þá hætti ég að vera þessi persóna sem ég fannst að gæti rappað. Skilur, ég misti svolítið Hnetusmjörið úr mér og fekk ladda í staðinn. Þetta var svona skipti. Þetta voru skipti og hérna, en þú veist En þú varst að batla á eitthvað í galanda, hefur sagt bara bestur í því, skilur og hérna, og mér finnst ég ennþá bara vera geðveitt góður rappari, en veistu hvað, ég fekk sendan taktundaginn frá afkvæmum guðana og ég ætla að rappa yfir hann. Vel gert, þú ert ekki hættur. Ég er búin að ákveða, eina sem ég er búin að skrifa er ég er með hendur, homie, set í gang og breyti þér í pepperoni. Rosalegt. Þetta var alveg lína. Það er að vinna með þetta. Já, þetta er góð byrjun. Það er unnið með þetta sko. Já, en talandi uppistandið, það er að koma ný sýning. Ég er með nýja sýningu. Já. Og sko, og bara svo ég segi alveg sannleikann hérna. Þú veist, planið var frumsýnana í mæ. Ok. Og að ég var fertugur í mæ. Svo bara, ég veit ekki, fór ég einn léttan tremm á því að vera fertugur. Já. Þú veist, þið náttúrulega eru báðir 60 hann að þið Rúrik er ekki verið fertugur. Og það er 37. Sko, ég er bara svona það er einmitt þetta, þú veist, þegar ég sé ykkur að gauðra hanga, mér líður eins og ég sé 18, mér langar að vera bara what up motherfuckers, eitthvað hérna, en ég þarf að vera góðan daginn, piltar, hérna og ég bara, allt þetta, hvort á ég að Vesli Húrra eða Guðsteini, skiljur þú veist, þetta dót bara ég fór í krísu með mig og svo var ég bara, nei, herru, ég frumsýni bara í haust. En þú ert samt svona, þú flakkar á milli að vera alveg sama og svo ferði í krísu. Já. Við erum svolítið svipað með þetta. Er það ekki besta leiðin? Jó, en þannig En erum við of dómhörð á Íslandi? Þú veist, verður við fyrir áhrifum að öðru fólki að segja þér að ekki neitt, þetta er allt sjálfskapað. Já, ég er alltaf bara þau er að hlæja mig núna, ekki með mér. Þetta er agalegt maður. Nei, þú frestaði þessu. Tvífrestaði þessu, svo með í haust og bara, nei, heyrðu, ég er ekki tilbúið með þetta, en svo allt í einu bara þú veist, hætti ég að vera í krísu og líði bara vel og laka til að skemmta og var að prófa nýtt efnum daginn og gett og það veitir dreflegur janúarmánuði sem er ógeð, þannig að lífgar upp á þann mánuð. Ég veit, og þetta er í raun gamalt triks, þetta er gamla Mið-Ísland triksi, við frumsýndum alltaf eins stutt frá jólum og hægt er, af því að fólk er bara í eina helgi, bara, já, nú ætla maður að slaka á eftir jólin, svo er það bara orðið bara, hvað ég gera? Bara myrkur og leiðindi, skilur við, og svo bara komið sér, ég var uppalega með Háskólabíó bókað, sem mér finnst geggjaði salur, en mér finnst hann hlátur svona, hann svona alltaf deyr út, einhvern veginn í háaríminu. Hvað er sýningin núna? Austurbæjarbíó. Og heitir? Feita hjartað. Feita hjartað? Já. Feita hjartað. Austurbæjarbíó líka orðið ógeðslega flott. Það er ógeðslega flott og þetta er alveg stemningssalur sko. Takaði vel í gegn, komið geggjaði menn í brúna og þú veist, það er hægt að fá Guinness á krana sem ég finnst líka skiptir mig smá máli sko. Og svo hérna bara svo að halda öllum góðum. Ég veit, þú heldur alltaf þínu sponsors góðum. Ég sendi shoutout á KFC sem eru styrtaræðileg sýningarna. Það er bara svoleiðis. Þeir standa við sínu manni sko. Já, halda sponsorinu góðum sko. Já, það verður að gera það sko. Og er þetta fyrsta sinn sem úrst einn? Sko, ég var með litla sýningu í Sigursalnum fyrir 2 árum og þá hérna
sem hét Engar takmarkanir sem gekk vel og ég sýndi mjög oft og fór með hringir kring landið. Já. En svona þetta fyrsta stóra sýningi mín og hérna, og eins og ég segi, ég prófaði efnið daginn og ég ógeðslega spenntur að fara með það í stóran sal því að þegar þú veist þú með gott efni það eins og verður með stóran. Þú veitum hvað að tala Þú veist alveg Við veitum nákvæmlega hvað það tala sko. Rúrik veit það. Við ígjum bara eins og Við veitum nákvæmlega hvað það tala Og þú er alltaf með alvöru material og alltaf tekur þetta bara einn alltaf að fá einhver celebrity friends að hita upp Ég er ekki með celebrity friends Ég er með svolítið, ég er með leinivón Ég er með stelpu sem heitir Margrét Björnsdóttir Hún er svo mikið leinivón að hún vann uppistandskefni fyrir sko næstu 14 ára síðan sem heit Finnasti Vestlingurinn og Mið Ísland var dómari og við fengum alltaf skemmta heila helgi með okkur í kjallaranum Killed it every time Svo bara flutt hún út og giftist einhverjum kalli og hann er í utanríkisráðuneytinu og bara bjó í Brussel í 10 ár en ég vissi að hún væri eitthvað svona killa á árshátíð vá og eitthvað svona dót sko, væri með allt í gangi og svo bara heyri hún sér flutt heim og ég ætla að fá hana með mér og ég bara veit að Margrét getur gert það og hún var að prófa efni með mér í daginn Killed it Hún ræstir hana bara út sko. Já, hún er geggjuð Hvað ertu lengi að semja svona, hvað tekur langa tíma að semja heila sýningu? Það tekur ár Já, og þú ert bara, þetta mæta bara skrift og núna þarf ég bara að semja að djóka Ég er meira, finnst mér að þegar ég segi eitthvað fyndið í góður vinna hóp eða þegar ég dettur í eitthvað fyndið þá nótir ég það og svo þegar ég svona kemst í rétt kráð til þess að prófa það er líka til rámt kráð til að prófa hluti á sko Þessu ungi krakkar, þú vilt ekki vera eitthvað ég með nýja pælingu, bear with me þá viltu bara vera í æfðum hlutum en sko svo bara þegar ég veit að það virkar og veit að ég get stækkað það og veit að það verður meira á sviðinu þá hugsa ég bara okkur þetta er orðið tilbúið í sýningu sko og svo verður það betra og betra og betra og betra Með hverju sýningu? Með hverju sýningunni, ekki það en allar sýningar hafa eitthvað spes Fyrsta sýningin hefur eitthvað sem síðasta sýningin hefur ekki þó að efnið sé ekki að meitlað sko og svo er bara Bergur búin að vera með sóló og Ari búin að vera með sóló og ég var ekki með í Púðusikri ár út af þessu og þeir fengu hérna gamla naumingja hérna sem heitir Sverrir Þór sem verðist vera go to ef ég kemst ekki í eitthvað þá ringt strax í hann og þeir eru fann að ringja eða bara beint í hann Sveppurinn Já, hann er með vitringunum núna Er hann með vitringunum 3 þar? Já, og bara í Reykjavík og allt það En ok, nú er ég búin að plugga sýningunni bæði meðasal á tix.is, get it while it's hot en ég er komin inn og hér er engi steindi á ég ekki að shitta hann allavega í 10 mínútur til að þetta sé Við erum alltaf mjög gaman að því sko Það er fyrsta sem að steindi sendir þegar hann vissi að var á leiðinni Þú köttar á hann fyrir eitthvað kjaftaði hér Þannig að hann er alltaf á nálum þegar hann er ekki Þú ert alltaf neðst bara legit skýrslu þegar það voru mikið saman Já, og hérna bara ég á þessum tíma ég þekki sálu þessa manns sko, ég veit hvernig hann er að feika það líka en ég hef ákveðið að þegar jólin að segja að djöfull er hann að eldast vel Já, ég sett líka með þetta hár Sammála Sko, minna að því að gaurinn var hann var bara svo, þú veist svona bara baketta sem var búin að rífa af hausinn í hettupeysu, skilur hann var bara alltaf að kvarta yfir hvað var með þurra húð og sískítandi einhvern veginn og ekki að sjá sig svo bara safnaði hann smá hári og ok, í augnablik leita út þess að hann væri að setja dredda í sig, skilur en svo allt í einu, þá bara kom eitthvað svona movie star fegur Já, hann er með þetta upp á 10 sko Hann er bara upp á 10 núna sko Hann er líka aðeins að fara að hugsa þetta sko, þú veist það samt? Já, Rúrik vil meina hann eigi að nota meira hárnæringu og hugsa betur Já, þú veist, en hann, þú veist, þetta er alltaf í áttina, skilur þú veist, þetta verður alltaf betra og betra Sko, ég man bara þegar Egill ríður fyrst fram nú er hann svo gamall, ég man þegar Egill kemur fyrst fram og byrjar að tala um metrómannin og mannin sem ber í sig krem og eitthvað og að því að ég var ekki og raka á sig pungin sjálfsálega þá fór ég að æfa hjá Agli sko, í engaþjálfun og það fyrsta sem hann segi við mér ég hef aldrei sett á mig rakakrem á æfi minni og þá hugsa ég alveg bara ok, hann er með þetta, hann er að fara í viðtöl bara kremnótkun Aldrei búið á mig krem Lert í því, ertu að bera þér rakakrem? Ég set bara á mig Nivea menn, er það ekki nóg? Já, þú voru að spila Rúrik, hann er með Rúrik, hann er ránkótt í augunum Á ég setja með kvenna Nivea, hvað finnur þið? Hvað er ekki til einhver önnu merki eða þú veist hvað
Ekki nifið á 300 kall Jú, og það ekki búið að vera til í 300 ára? Ef ekki bara, þú veist, ef ekki bara nota það sem Það er bara flott Ég ránaði með það, bara þú voru að byrja einhver staðar, skilur Ég bránaði með að setja það í rækakram Byrji eitthvað Konaðin vill það Konaðin vill það Þá setur það í rækakram Rúrik, þú ert komin á sko ekki bara háan í munnan og háan í Það fór að bjarga sambundu Konan í villið í útlæð Berð á þig greið Við ætlum að henda þér í áður við sleppu þér Það er talandi mið Ísland Ok. Og langum að henda því að gifta svo og drepa Og þetta eru 3 einstaklingar sem þú ert búin að skemmta helviti oft með Það eru Ari Eldjárn, Bergur Já. Eppi og Björn Bragi Og spurningin er giftast, sofa hjá eða drepa Já, þú múst að velja Byrjum bara, hverju myndur þú giftast þessu 3? Ég vil vera rökstunning sko, þetta er ekki bara Við þurfum að velta steinum Já, Sko, ég myndi giftast Ara Eldjárn sko Það er þægilegur svona Það bara að vera mann dagstælega og bara Já, Get vesen. og hann er svona líka maður sem svona þarf að hugga stundum og bara halda utanum og ég held að ég geti gefið honum það loving og svona og svo er náttúrulega ákveð fjárhagslegt öryggi sem fylgir honum og hérna sem ég er í fegin að sjá og eins og ég segi og við höfum bara gaman að sömu spólunum einhvern veginn og ég myndi fíla það sko þægilegur í hjónabandi Þægilegur í hjónabandi Þá er það, hvort myndur þú sofa hjá Ebbanum eða Björsa? Ég myndi sofa hjá Ebbanum Já, hann er he's hot Ég skilurðu. hef sagt hann nokkur sem ég er með nett man crush á honum Já, og þú veist, og hann þú veist, Bergur er alltaf í sama forminu þú veist, bara svona Brad Pitt eða eitthvað, skilur svona Hollywood-leikar eða eitthvað, þú veist, hann bara svona, hann fekk sér form þegar hann var 19 ára og hann er búin að halda því og það er svolítið geggjað, sko en svo bara þekki hann líka drullu vel og ég veit alveg að bara strax svo ég myndi vakna með honum daginn eftir og væri ég bara byrja ræðurnar Já, hann er einmitt, þú veist, hann er svo klár, skilur Þú veist, er ekki alveg sexy að bara vera að tala um efnafræði með einhvern gæja og þú veist Jú, minna, hann veit náttúrulega ekkert um efnafræði sko, en svona, hann er heimsbyggingur og pælingur en ég er bara þannig að ég vil vera klári aðilin í sambandinu Er það ekki vilja hjá þig núna? Nei, veistu hvað, þetta er svona ekkit endilega en hún lætur mig halda það stundum sem er ástæðan okkur í neginn En myndir ekki vilja en að giftast BB King, var það ekki þægilegt? Nei, ég myndi drepa BB King sko. og ég myndi bara vera til í að elda hann og drepa hann sko. Ég væri til í raunveruleika þátt sem væri bara veiðin og þá væri ég með lásabóða og BB King og sviði væri Ísland Þannig að peningar kveikja ekki sko, hann var með það hjá Ara Björn Braga hann var með fjárhagslegt öryggi hjá Ara Já, reyndar Ég hef þekkt Björn Braga síðan við vorum 16 ára og okkur langar að drepa hvern annan þó við elskumst það er fegurinn í samband okkar Ég fíla Herðu, það er tix.is og Feita hjartað Feita hjartað, fyrsta sýning er hvenær? 10. janúar 10. janúar Ég verð mættu þar og vonandi þið líka tryggið ykkur miða inn á tix.is eins og þið heyrið að það verður stemming og stuð og það vantar líka eitthvað í janúar þannig að inn á tix.is núna tryggið ykkur miða og við ætlum að enda þetta á Þetta er FM FM 957 Þessi drengir lifa fyrir Mosó Dóri DNA og Steindi Junior Við þökkum Dóra kjærlega fyrir komin Alltaf gamla að fá Dóra í heimsókn Hann er skemmtlur Já, hann er Klikkar ekki Nei, líka, það er alltaf gaman að fá hreinskilið fólk í spjall Hann segir bara nákvæmlega það sem hann er að hugsa Hann er með gott sjó Hann er fyrir fólk á tix.is og kíkir á Álur Material DNA Man Ég ætla að henda ykkur í styrla staðrættir og svo ég eftir að fyrir það ekki sem að Rúrik stjórnar en þú vildir, hvað varst að segja mér? Mér langaði bara að fara í ég var að dettin á jommuna Horny Tatman var með svona árlega jommu heiting Það er ykkur 20 gæja núna þannig menn er í keislu Það er alltaf þannig, einn vakna bara ykkur blómapottaðin eftir og einhver er tindur, þetta er bara álfuru Einu svona áður bara Þetta eru menn sem einhvern veginn bara það er keisla í gangi núna Ég kíkti þetta bara fyrir sjó og það er engin betur til að svara þessu en Sexy Brew og kom umræða þarna hvort að þetta var svolítið svissað sumi voru í víðum buxum aðrir voru í þröngum og ég sagði að Sexy Brew og sætti með þetta þröngt er dautt hann sendi bara Rúrik uppdata mig með fashion þröngt er dautt og ég var til að fá nýjasta infóið Sexy Brew er þröngt ennþá dautt og aðeins smá update kannski ég gæti ekki, tristi mikið svara svona vel á hann Nei, málega er það, þú veist, það komin aðeins meiri svona slaki fyrir þröngu en ekki verið það þröngu og
Og þannig sokkum að sjáast í öklan á þér og einhverjum brúnum spariskum. Ok, Glemdu því. það er búið. Það þú veist, ekki verið í bláum ökla síðum buxum sem eru þú svona fyrir ofan öklan og ber á milli, þú veist, það desember, við erum á Íslandi. En það ekki, ok, ég skil að náttúrulega það vetur og allt það, en svona þegar þú ert að tala fashion, þetta ekki meira svona þá bara hvað virkar í Mexico edition? Einhver að spá í þessu, þú veist, mættur þetta bara vitringana 3 bara, Já, er það? Mætir, já, þetta Hvað ekki lagi með þig hérna? Ferðu bara á vitringana eða æskæs og bara, þú veist, á morgun væntalega, þá fólk bara, þú veist, ég veit að fólk að byrja að hugsa outfitið sitt bara fyrir mörgum dögum að koma á æskæs. Ég spái aldrei þessu. Já, það hendið bara í eitthvað. En það hjónabandið bara mögulega á barmi, á brauðfótum? Nei, þetta maður pæli í þessu, þú veist, ekki mæta bara það í flíspeysu. Nei. Og ekki vera að mæta, þú veist, á jómfrúna í flíspeysu og bláðum öklabuxum og sérst í kúluna. Það er personal shopper, sko. Þegar ég blöður svolítið, við nennum ekkert mikið að dúlla okkur eitthvað í smálið eða kringlunni, sko. Þú ert að dúlla þér ykkur búðu heil lengi bara. Já, ég elski þetta, sko. Ég bara elski þetta út af líf. Og fara að máta inn í búð það, svona sikka leið því ég gerir. Ég er að svitna með tilhugsunum. Ég er með hann í strengnum við tilhugsunum, sko. Þetta er ógeðslega. En þannig að Gylfa sig svona brúðkaupslúkið, það sem allir voru svona, það er búið. Allir voru að stóla að leik Como, skilur. Þá sleppur það. Þá ertu að leik Como. Það er ágúst eða júli, það er að leik Como, 30 steg hiti. En bara venjulega gallabuxur, það er aðstæðanlegt. Það er að vera í víðum gallabuxum í dag? Nei. Vistu erum í svona fashion? Nei. Venjulega gallabuxur, já, það er flott, sko. En þröngar, no. Þú veist, ekki málaðar á þig, skilur? Nei. Ég hef náttúrulega aldrei verið þar. Þannig að þetta er smá vítt eða mjög vítt, ekki mjókin. Ekki málað, ekki ámálað. Nei. Þú veist með einhverja fleiri spurningar? Nei, ég er bara að velta fyrir mig út af þegar við erum creators og Rúrik. Ég er meira svona, út af nú færum maður að leggja línuna fyrir 2026 nú. Já. Árið er að búið. Ertu farin að plana fattaskapin 2026? Já, ég er svona velta fyrir mig svona hvað áherslur maður er að vera með á the gram, sko. Hvaða content maður er að vinna með og hvernig við svona, veist, það er sér að velta steinum með, sko. Þú má spá eitthvað því blöða. Hvernig ætlar að vera? Hvaða content ég ætlar að vera með 2026? Já, við Rakel tókum bara í gær, góðan fund bara þetta. Við erum búin að ákveða alltaf fram í apríl. Nei, hvað er þetta? Hvaða content ætlar að vera með? Ég er með byssu við hausuna núna. Hvaða content ætlar að vera með 2026? Be real. Bara að reyna, hvað er að gerast í lífinu? Er þetta meira topless? Er þetta meira ber ofan? Aldrei. Ég held ég aldrei posta myndað með ber ofan. Ég var til að fá meira ber ofan þegar Rú, sko. Þú ert ekkert eitthvað að taka myndir að þér í ræktinu? Nei, ég er ekkert mikið í game material, sko. Kannski þeir eru bara að bæta negltíðans með þeirra inn, sko. Ég held að það geta verið stekkur leikur, sko. Já, bara Ég ætla að henda ykkur í sturlaða staðreyndir. Ok, insane facts. Já, og þær eru góðar í dag. Takk. Þannig að það er eitt af þessu kjaftaði og þeir reyna að spotta hvað af þessu bull. Okay. Eru þið ready? Þessi er mjög sturluð og áhugaverð. Ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hvað myndi að halda séu 3 vinsælustu drykkir í heimi í dag? Má að segja vatnið? Já. Vatn er í fyrsta seti. Já, vatn. Hvað myndi segja að vera í öðru seti? Pepsi, Coke. Ég myndi giski verið Coke. Það er rámt. Það er te. Já, ok, kaffi. Nei, bjór er komin í 3. seti. Hann var að taka fram úr kaffi. Það er mögulega bara út af ykkur tveim, sko. Já, út af jóladag. Og það tekið sérstaklega fram Good Light þarna. Nei, það er bara núna að bjór er orðin 3. vinsælasti drykkur heims. Það taka fram úr kaffi. Te? Ég er ekki mikið, ég er ekki að tengja með te, sko. Ég held að teði sé sterkt í Asíu. Þú að taka te? Og Englandi náttúrulega. Já, ég fann mér alveg stundu te. Já, heima. Já. Vaknar bara og farið te? Ég vaknar og fann með kaffi. Nei, ég skilja hvað er að köpa Þetta er töff strákar. Nei, heldur mér finnir svalt að drekka ekki te? Shit, það er ekki laga te. Það er Ég myndi ekki svona kunna. Ég kann ekki drekka te. Ég er ekki reyna töff. Kann ekki Er koffin í þig? Hvað fæ ég eitthvað amazing hit? Green tea, það er koffin í green tea. Ok, ég til í það. Já, ég skal fara í te. Ég er kaffifíkil, sko. Bara koffínfíkil. Já, það víst, já, ok. En te? Bjór, já, var að taka fram úr kaffi og er orðin 3. vinsælasti drykkur heims. Vatn, kaffi, beer, þá var ég alveg hana on it. Já, árið 1992 voru hlutföll lítaðgerða 92% konur og 8% karlmenn. Í dag er það 66% konur og 34% karlmenn. Þannig að þetta búið að breytast helviti mikið síðan 1992. Já, maður sé líka svona kallkynsleikar í Hollywood eru að keira þetta, svo Simon Cowell og fleiri, sko. Já, vá, það er náttúrulega óþægilegt. Það er rosalega. Það er mögulega að reka læknin sinn, sámeistar reyndar, en hann lítur út eins og svona, hvað heitir dúkka sem setur hendin inn í og ert að tala fyrir svona, hérna, hvað heitir þetta? Það er bara eins og þannig svona, hérna, já
Já, ég meina, þú veist, en hann er ekki svo eini. Það eru fleiri Hollywoodleikarar eins og bara okkar huggulegasti Bradley Cooper sem bara sem síðasti gæinn sem átt að fara í einhverja fyllingar á kinnunum. Já, hann líka bara stytti auglókin á sig það mikið, hann er ekki að loka hálft sko. Nei, Hefur þú farið í eitthvað Rúrik? Ég hef farið í Botox undir hendunar á mér Með það málið? Fyrir brúköpið hann Skilva í Hvað duga það lengi? 6 mánuðir? Já, eitthvað svo leið sko, hann bara því ég var í blári skyrtu og nefndi ekki að vera eins og Þá svitnar bara í svita svín hann Það er vel þreytt að vera með hann að svita blettundur hundunum sko. Það er ógeð sko. Það er ekki sexy Það er leiðilegt þegar maður sér á myndast Þú getur ekki stoppað En ég veit að mjög vinsætt í Botox og þú veist, alla gælur eru alltaf svæfa sér ennið sko. Og við kallum einhvern veginn minna sko. En ég veit ekki, kannski við bara prófaði félagarnir Bara ég og blöð fyrir mig Það má testa þetta Herðu, svo er það næsta Súkkulaðikaka opnar sömu gáttir í heilunum og kókain Já Þannig að þegar þú geta súkkulaðiköku sem er drullu góð sko. Já, þá ertu að opna fyrir það sama í heilunum og þeim að fá sér stikki kannski opnast það aðeins svona meira yfir kókainu það ekki en súkkulaðikökunni Ég myndi halda það Ég kaupi þetta alveg, er þetta ekki eitthvað svona farið súkkulaði og endorfín Já, farið eitthvað hitt Já, þessi er góð Heilin skýrði sig sjálfan Heilin skýrði sig sjálfan Við erum á heimskýrið þetta, veist það Ok, af hverju köllum við þetta heila? Það er einhver asshole skýrði þetta heila Já, og heilin í hólum Já, skýrði þetta heila Þetta er Já, bara einhver íslendingur það Nei, einhver sem byrja að kalla þetta brain bara, þannig að heilin skýrði sig sjálfan Ég er ekki aðeins bara að skilja Það er ástæð fyrir við erum á FM sko Ekki alvotek Þetta er bara einfalt sko Takk undir þetta á bylginni Herru, þú missir að meðaltali 2 góða vini þegar þú byrjar í sambandi Ég fór samt að hugsa þegar ég las þetta Fer það ekki pína eftir aldri Veist, eins og í dag Ég samt tengi ekki alveg þetta Flesti félag, mann sér bara á félagin Þú byrjar með fyrir gælur Æskuvinni sko Maður missir á í hálft ára allavega sko. Já, þú veist, það er alveg hefur alveg gæst sko Út af því þetta minkadjammið og þetta Já, ég var svona svolítið svart í sauðurinn í gamla dag þegar menn voru, ég var alltaf að koma heim í suma fyrir að draga mennin á jammið, ég var ekkert eitthvað vinsælasti vinurinn svona í nýjum samböndum en það er svona Ég var kannski skelburinn á Súlunesinu á sínum tíma þegar ég var þar og laus við ykkur 8 ár það var ekki vinsælt Herru, þá var það næsta akkúrat á þessari stundu þetta getur orðið erfitt fyrir ykkur fyrst þið náðu ekki að heilin skýrði sig sjálfur Akkúrat á þessari stundu ertu það elsta sem þú nokkuð tíma verið og það yngsta sem verður hér eftir Það er rosalega sko Sturlustaðar Ég er gamla þessu Já, ég meina þetta er hárið eftir Þið verðum ekki yngri Þetta er djúpt og þetta er elsta sem verður líka Þetta er rosalega Já, þetta er bara Hún er góð Þessi var heldur góð Það eru 80% fleiri sýklar í handabandi en koss á kinn Þannig í rauninni er verið að hvetja til þess að þú ert að hitta eitthvað kiss og kinn Það er ekki svolítið eftir í bara, þú veist, ef þú nýbúin að vera í kringlun það er að strúka rúllustiga þá er það aðeins meira sýklar einhvern veginn í handabandinu Það skilur við að þú ert nýbúin að þóður hendunar bara Já, það er náttúrulega ekki sýklar Ég meina, eitt að fá að góða við COVID er þetta var stiklað inn í alla að þú á sér hendunar Svo er það síðasta Þetta er líklega ekki kjaftaði þetta Eldri systkini eru gáðari en yngri systkini og ég fór að hugsa þetta og þetta allavega meika sens í mínu lífi Marja Blöndal, sýstir mín, er töluvert gáðar en ég Theodor Sverrir Blöndal er töluvert gáðar heldur um að Theo Orri Blöndal Veist að hann mun spila þetta fyrir þið sko. og bara I stand by it Þannig að þið báðir eldri sískinni Nei, ég er elstur Nei, þú ert elstur því Þannig að þetta kannski passar þetta ekki alveg Þetta er undantekning sem saman Ég get lofa að þetta er ekki rétt mín megin sko. Þannig að þetta er miður sko. En þetta er kannski yfirleitt Já, þetta er allavega sturlustaðan og nú spyr ég ekki hvað af þessu er kjaftaði Ég skal fara hratt yfir þetta bjór er og þriði vinsalastir drikkur í heimi árið 92 voru lítið gerð 92% 8% í dag er 66 og 34 súkkulaði kaka opna sömu gáttir í heilan og kókain heilin skilði sig sjálfan, þú missir að meðaltali 2 vini þegar þú byrjar í sambandi, akkurat á þessari stundu erst að elsta, það segir sig sjálft að það er rétt það er 80% meiri sýklar í handabandi en koss og kinn og eldri sískin eru gáðar en yngri Ég ætla að taka bjórin, veist það ólíklegt þú veist að kannin elskar ekkert meira en góða sótadrykki, þú veist, kók og pepsi og þetta en það er búið að byrja á mann ég sko ég ætla að giska á hann að missi 2 góða vini og byrja í sambandi
Nei, ég bjó til árið 1992 voru hlutfall lítið að gera 92%. Það var góð lígi Þessi var Geðveik lígi sko Það síðast ég ekki skáð Við ætlum að fara í auglýsingar og svo það þekkið ekki og það Rúrik sem séru það Topp tónlistarstöðin FM 957 Það skellur að þurfa að lækka niður í Flowrida með low en ef við ætlum að ná þekkið ekki drengir þá þurfum við bara að byrja á því núna Já Því að það eru aðeins 17 eða 16 mínútur eftir að þættinum og ég ætla að setja okkar besta fólk hérna undir það hérna, ef ástin hrein og Rúrik sér þekkið ekki í dag hvort á ég fyrir undan út eða þú Það vil ekki bara fara á prendaran Það er með þetta alltaf erfitt við bara rumpa þess af Ok, og hoppa ég fram og Það er Síkó Gilsenni byrjar Herru, já, ég er með þetta í dag og hérna, sko, við erum að djóka svolítið og þetta er gaman og við erum svona, en í grunninn erum við náttúrulega bara svolítið einlægir, litli strákar, ekki? Jú, ekki? Og þú auðvitað eru báðir mjög svona gjafmildir hérna, mér langaði svona aðeins að hafa þetta á þeim nótunum, það er koma jól, þú veist, ég elski að gefa, þeir eru báðir mjög ríkir og fyrsta spurning, hvað myndið þú gefa í jólagjöf ef þú ætlaði bara að gleðja hann alveg frá dýfstu hjartaróðum og bara... þetta má nú ekki, þetta má kosta kannski að segja 30.000 krónur Max Ok, sko við eigum báðir allt sko þetta er svolítið trikki Já, þeir eru ríkir, kaupið ykkur bara sem viljið og það er alveg mér finnst þetta hérna krefjandi spurningi raunin það er ekkert sem poppar upp veist, ég segi að gæðinu vantar ekkert og að ég myndi gefa alveg gleðja hann eitthvað rosalega þá verður alltaf einhver upplifun eins og gist á retreat eða eitthvað, þá þú komið með einhverja hálfa þar sko og þetta er alltaf vel yfir því budgeti sko Já, vilt ekki, já Þetta er 30 skall og þú veist að það þarf að vera hjarta í En ég er að hugsa, hvað elskar blöð sem kostar undir 30 Já Áfengi Sko, hann elskar alltaf áfengi út af lífinu Já Alveg rétt hjá þér, hann, red wine poppaði þetta upp Já, ok Veistu, hann er alltaf ánægð með það Ekki honum góða rauðvín, ekki eitthvað drasl bara álfuru góða rauðvín Það myndi elska það eitthvað sem er kannski 4,6 á við vínu en svo elskar hann líka góður húur hann er húukall sko Rétt Þú veist, hann elskar ekkert neina að setja svo góða húu þanga til að fyrir Tyrklands, hann er að spáða fyrir Tyrklands Er hann að fara til Tyrklands? Já, við erum byrjað að velta steinu með það Já, ég stið það Það er margir að fara í þetta og menn er að koma drullu vel út Þú veist, ég var áðan á Jómfrúnni þá kom Baldur hérna í B-Pro Þú veist, hann var bara með þykkasta hár sem ég séð sko, hann lappaði inn skælbrósandi hérna í Jómfrúnni, heldur séð svona hann var bara bold piece of shit fyrir nokkur mánuðin síðan sko. Þú vilt það ekki sko Þannig að sko, ég gæti gefið blöð samt innegti Tyrklands það samt, hann varðar ekkert einhver 30 skall þannig að ég held að þetta sé húa eða bara red wine segjum bara, ef maður segir annarkvort að fara stig ekki bara ég út af við mikið jólagýr húa red wine, já okay. Herru, þá er næsta spurning Þú ert að fara í vikuferð með konunni Hvert myndur þú fara með hana og það er bara sama, þú ert bara að reyna að gleðja þetta snýst um að gefa Hvert myndur þú fara með hana og hvað myndur þú gefa henni í ferðagjöf og þetta er tveggjast Er ferðagjöf alveg svona legit shit? Já, þú gerir það sko Það er bara svo leiðis Já, þú gerir það Það er allir sem er hlusta sem er bara að gefa ferð með frúnni þá gefa það ferðagjöf Er það ekki? Ég veit ekki, ég veit ekki Ég er að læra Við erum að fara í ferð, hér er gjöf Já, sko En ekki? Ég held að einfalda svari að vera í tenni en þú veist, auðvitað við erum alltaf þar en það er svolítið grist líka dæmi, við tökum kids þar Þetta er svolítið svona, þú vilt heldur ekki að hún gleymi þessu bara eftir mánuð Nei, ég var náttúrulega á Kómó daginn og þú náttúrulega varst svolítið minn maður þar þú lænar upp 2 ressum fyrir með hana þeir voru báði geðsjúkir sérstaklega þarna að ég satt þarna við á Bogi þarna mástu við það voru hérna Michelin staður, við vorum með eitthvað 12 þjóna að degra við okkur, það var það margir degra okkur, það var alveg óþægilegt sko ég var með samvinsku bit, alltaf ég var á klóstið og settist niður, þá var alltaf gæi mættur að færa stólinu og ég get alveg skert það sjálf en þú veist, ennum móti kemur að vera þetta næs sko þannig að Kómó poppar upp en ég ætla búið þar en það var djöfullega það flott location, þetta grínast fallið, sko. þetta er bara svo málverk að setja þarna og horfa yfir þetta en svo er ég alltaf með á ég prófkar nýtt mér lætast location ég aldrei farið á sem gera á að þú hefur einhvern veginn farið á Maldífs Herri, ég var enda það eftir en ég held að það sé það ekki Maldífs, ég ætla að skrifa það og hérna, segjum Maldífs og ég aldrei gert það blöð aldrei að fara að giska það ekki? Nei, ég veit það ekki, kannski Veit hann hvað Maldífs er? Já, veit hvað það er Ég hef stundum minnst á það í blöggastun og ræða eitthvað ferðalög eitthvað og ég held að ferðagjöfum væri annarkot bara Cartier árband eða svona glæný Instagram myndavel sem tekur rosalega myndir
út af því að hvað betur en geðsjúk myndavel, rétt hún að fara í influencerferð til Það Maldífs. geðveikjöf. Takk fyrir bara að ráðleggja mig með það sko. Myndavél. Ég er blöð sér ekki að vera að giska á það. Geðveik Instagram myndavél. Já. Ok, búin að panta það. Búin að setja það niður. Ok, þá er það næsta. Ef þú værir samkynhneigður, hvort væriru gefandi eða þiggjandi? Sko, ég held ég væri alltaf þiggjandi þar. Ég alveg bara verða að vera seinskilið það sko. Ok, Ég held að við muni skulum henta ekki, mér- Já. við staldra lengi við þessa. Nei, ég bara held að henda mig vel. Þiggjandi. Já. Ok. Það Ég er væri það. þiggjandi. Ok, hérna kemur einn sem er tvíþætt. Ok? Á skalanum 1-10 Í síðustu viku spurði Rikki ykkur hvaða einhvernig myndi gera að gefa sjálfum ykkur Ógeðsleg spurning. Já, Rikki ég átt get með ímyndað mér óþægilegar það. Ég spurningar. er fegin að vera hérna megin við sko. Já. Hvaða einhvern myndur gefa your absolute best performance in bed ever? Þá erum við að tala um ever. Já, bara, þú veist pæði. Bara, það sem þú bara hugsa Hittir á þeim besta dag. þú varst on it og bara, þú bara varst að skrifa svolítið söguna. Ok. Ok, já. Þannig að ég þarf að gefa mér besta einhverjum 0-10. Já, og bara hugsaður eftir þetta. Ég Sko, það er alltaf eiga, það er allir sem besta dag, svo ég allir hrikalanda dag, sko. Já. Ég myndi segja alveg á frábærum degi 8,5. Wow. Í alvöru? Já, það er peak performance, sko. Peak performance. Það er Ég meina, rosalegt performance, sko. þú veist, þetta er mögulega bara, En þú veist, talandi um one það, time hvað- only performance, sko. Aha. Ég veit það ekki, ég Nei, er svo bara er velta það. steinu. En versta, hvað er svona Og einhver þá líka. Já, þú veist, þú ert basically að tala um einhvern bara, þú veist. Ég hef nú kannski geta að gefa eitthvað Já, aðeins meira þetta er þarna, sko. 0-3 þá, versta, sko. Já. Hugsaði bara, ég hefði kannski átt að aðeins að Já, Gera betur. Já, þannig að ég geti gert betur. Já. Svona sjálfskoðun. eftir á að hugsa, skilur. Ég held að ég ætla að gefa mig tvist þarna. Wow. Sama og ég gaf Jón Gunnar Geirdal í Lesturlendi Finnland sem misika landsliðinu þegar hann spurði mig hvað ég ætla að reyta hann og ég gaf hann tvist. Ég ætla að gefa mig bara tvist þar og Herðu. ég er nokkuð við sem að ég Geðveikt. giski á þetta hjá blöð. Það er senda hann beint inn. Já, senda hann inn. Þetta leit bara vel út, sko. 8-5, það er rosalega einhver. Herðu, já. Það flókið eða? Nei, þetta var bara þægilegt, sko. Ok. Hann, ég var ránað með þetta. Fyrsta spurning. Já. Vindum okkur í þetta. Já. Hvaða einhvern, nei, fyrirgjöðan, þú ert að gefa Agli jólagjöf og vilt gleðja hann frá hjartanu, hvaða gjöf myndir gefa hann? Þetta þarf að vera einlægt, svolítið einlægt. Það er að gefa Agli jólagjöf. Þið eigið náttúrulega allt. Nei, það er alls ekki þannig. Og hvað, það er ekki svo að ég fara að gefa hann einhvern bíl eða eitthvað. Nei, þetta má bara kosta 30 skall. Max 30 skall. Ég myndi láta stækka myndina sem kom á df.is þegar vorum paparazzaðir á Benidorm. Ég myndi stækka hann og setja hann í ramma og gefa hann hann. Stækka myndina af Benidorm. Já, Ok. það er saga á baku það. Já. Næsta spurning. Þú ert á leiðinni í vikuferð með konunni. Peningar eru engin hindrun. Hvert býður það henni og hvað gefur henni í ferðagjöf? Þetta tvekist það spurning. Ferðagjöf? Ferðagjöf. Er það að þinga það? Það gefur allir ferðagjöf. Hæ? Það ekki. Ég hef aldrei gefið. Það er ég að skýta það. Ég hef aldrei gefið konum minni ferðagjöf. Er þú að hlæja mér? Ég held að sé enginn sem er að hlusta sem gefur. Gefur ekki ferðagjöf. Hæ? Sæliskan, við erum að vera ekki ferð. Hérna í gjöf. Nei? Í alvörunni? Við erum á leiðinni í ferð. Það er ekki bara Það er bara stemmingin og ferð. gefin. Já, ok. Hvert ferðu og hver er Hvert ferðagjöf? fer ég létt? Þetta er tvekist það spurning. Það er Ítalía. Hvert? Eitthvað svona Toskana, eitthvað að fara á Toskana. Já, fara í hvað heitir þetta? Fara í svona að vera okkur svona vínsmökkunar spa-hótel, eitthvað svona kjaftaði. Ég var til í það. Toskana, vín og Já. spa. Ok. Og hvað gefið henni ferðagjöf? Já. Það er bara ekki hugmynd. Það er eitthvað arband. Vá, svakalega. Nei, hvað gefið þú í ferðagjöf? Bara hálsmenn. Já, arband á fáránlegt. Herðu, næsta spurning. Ef þú værir samkynhneigður, værir gefandi eða þiggjandi? Förum bara snögt yfir þessa. Svona þykist vita svarið svolítið.
Ekki hugmynd Ég veit það ekki 50-50 Já, ekki sætla gefin að þykja Bara taka gefandan á þetta Gefandi Ok Þá er að síðasta spurningin Hvað er þitt besta Hver er þín besta frammistaða á skalanum 1-10 ever í betanum? Hvað einhvern gefur þér fyrir þína bestu frammistöðu ever? Það sem þú stóðst upp eftir þetta og hugsaðir ég er geðveikur Ég er störtlaður Jöfnveld, það er svo miklu erfið að svara heldur en að sjá þetta drasl sko. Ég er fegin að vera hérna með Já, Ég er störtlaður í rúminu Nei, Þú hugsaði aldrei, þetta nei, ég hef aldrei sagt það við sjálf mig Þú hugsaði þetta 9 Ekki? Það er rosa Er það alltaf mikið, eða? En slakasta Hvenær hugsaður og hvað einhvern Það fær er- bara þín slakasta ever bara Það er algengar en hitt sko Já það Er það ekki að performera? Tvistur Tvistur, ok Nei, Tvistur náttúrulega bara fyrsta skiptið er örugglega bara ás Það náði ekki mínútur sko Já, en varstu nógu klári að hugsa þá og þú veist, þarna hefði ég kannski átt að Nei, ég vissi ekkert hvað ég Ok, herriði, fá meilin, þetta er komið Förum og Þetta voru þið lengi Förum yfir þetta Egil Egil inn Kíkt inn Síðustu tær voru erfiðar hana Já Ert þú Já, hérna, sko, ert mjög þú mikið erfiðar, að gefa ferðagjafir Egil? Nei, ég var með þetta Ég vissi ekki að því konceptið sem bara fyrir núna Já. En mér finnst Ok. þetta gott Alltaf með að koncept læra. Ég veit út af því að sérstaklega maður fær sjálfur ferðagjöf á móti Já Skilu, ég gef, segjum að við skellum út erðið sem við förum að leika eða eitthvað og ég hitti þau bara á Jómfrúnni og flugvöllum og þú hefði sæll Egil minn henni ferðagjöf þig Það er geðveikt Það er það. aldrei að fara að gerast Ja, menn lifa að læra Herðu, hvað hefðir Egil gefið þér ötti í jólagjöf? Ef hann ætlaði að glæði þig Ég gruna hann að vera með eitthvað svona comedy hérna Við vorum svolítið einlægir Já, ok Hann baði um Ég einlægni bað sérstaklega einlægni sko 25 skrónar innegn í hárigræslu Shit, hann Og er sett 5 skall í vasan Já Hann er alltaf eiginlega Hann nánast. ætlaði að gefa Ég kom inn á þetta Ég sagði elskar húur og elskar líka red wine Já, húaði redd Já, ég myndi alltaf hann að er taka gott góð- rauðvín frekar en hú Ég sko gott rauðvín kannski 4,6 og vín og alveg góð flaska og það myndi glæða þig Ég myndi fíla það Já Og líka þú elskar líka flottar húur Það sé ég líka hugsa bara innegni Tyrklands þetta er svo lítið fyrir því að fá okkur 25 skona innegn þar Ég reynda sko besta svari var gott rauðvín Já, ég held að Já En hvað ætlaði Egil að gefa hérna? Nei, hvað ætlaði ég að gefa þér? Já sko, mér finnst þetta drullu erfitt sko Þetta er, ég segi, þetta er eiginlega ekkert í hug Hvað myndi að gefa mér, það veit ég elska Þú myndi aldrei giska á þetta Nei, það veit ég elska dripper, good light, champagne, red wine, hettupeysur Þetta er eitthvað svona sem allt undir 30 sem að það getur mögulega að gefa mér sem ég myndi allt elska en Ég ætla að finna paparazzi myndin á okkur og byrjum dórnum stækkan og gefa það er enda myndi gleðja ekki eðlilega vel sko Getur fundið þá hér Já, það hlýtur að Hlýtur Herru, að hvert til. ætlaði Egil, hvert myndi Öddi taka konuna sína og hvað myndi hann gefa henni í ferðargjöf? Sko, ég veit að Rachel elskar Ítali út á lífinu Já Þannig að hérna, ég myndi halda það verði hérna ofalega eitthvað stað þar, kannski eitthvað stað í Töskunni hér eða eitthvað stað þar Það er stig Þetta er punktur Þetta er stig Er þetta bara strax punktur? Þetta er strax punktur Hörðu, Hver er ferðagjöfin? Hver er ferðargjöfin? Ég er svona Það var bara rosa metnafullur þegar hann Ég svaraði myndi segja bara svona alveg nýjar og huggulega veipgræður Bara svona Hún er hægt að veipa Hæ? Goddammit maður Það Ég sagði bara arband, ég sé ekki Arband Nei, ok. Hún var sko, ég hef aldrei bara fundið neitt sem er jafn mikið sama um eina ferðargjöf sko Ég bara vissi ekki af þessu Herru, hvert Þetta er myndi Egil taka guðriði? Það er að töffi sko Ég fór alltaf að hugsa Asíu Asíu? Nei, Bahamas Hann er bara ekki langt frá því sko. Hann var nákvæmlega með rétta konceptið Já, Asía er rétt svar Mér langaði Maldívs að taka maður, ég aldrei fara ánga Við mást rætta Maldívs Það lúkar Þetta er rosalega eiginlega punktur Ég sé mér punktur En sko þeir voru báðið með arbönd Karti er Já, arbönd ég átti eftir að svara Já, Takk fyrir það, ég fætti 2 stig þarna Varst ekki að segja alveg? Já, Það að segja arbönd? Nei, ég ætla að Já, segja reynda að segja líka geðveika Instagram-myndavel Já, svona Fyrir ferðina Og þessu Sexy Roo, hann tekur ekki myndir á síma Hann er ekki en idiot Hann er með sérstaka myndavel Rétt. Sem hann sendir myndanir í síman Og þannig upplóðar hann Ég hefði skotið á sólgleru Sem ég hefði reyndar Þetta er geðsjúkt svar Já Herðu, Það er hár rétt hjá þér sko ef að Egill væri samkynhneigður væri hann gefandi eða þiggjandi? Þykjandi
Talar ekki manna en pegg í svona Það þætti les mér þessu opna bók blöður, sko. Segir það að þú væri frekar til í að þykja heldur en að gefa? Ég væri þykjandi, ég veit það er bara hárið Það er stig, Ok, það er stig, það er punktur. Hann er komin yfir Já, það er 2 þá Nú ætla ég að jafna. Herru, ég væri öddi þykjandi eða gefandi Sko, ef ég miða bara við Við vorum með enna liði í blöðkastunni sem var Facebook-leikurinn sem blöð var á Facebook-arna 2009 Það er ekki að rifja Það var klálega gefandi sem var að skrifa það Það var ekki þykjandi sem var að koma með þá statusa Herru, já, það er punktur Það er ekki Það er punktur Það er 2-2 Djúvill er þetta spennandi maður Þetta er ógæðuslega Þetta grínast. Þetta er down to the wire Besta ever framistæða í bettanum á skalanum 1-10 Hvað gaf öddi sjálfum sér? Og ég segi ekki sem er bestu og vestu Komið að var bæði já, bara bæði. Ég held einmitt að sé þannig á blöðarum Þetta er annarkot geðsjúk framistæða eða hrikaleg Nei, það er náttúrulega bæði Já, ég held að sko hann 10 besta einhvern og 1 er versta Ég held að sé bara nákvæmlega þar sem hann er með þetta Þetta er alveg rosalega framistæða slök Nálega þá, 9-2 Anskotin Ég segi að Egil sinna sam og ég 9-2 Hann var aðeins meira humble með Max framistæðuna sína Hann var 8-5 Hvað var besta? 8-5 er 9 Svo gaf hann mér fucking Svo hann las hann 2 Þannig að hann tekur þetta á tvistinu Tvist hann Þetta var Nei, Það er sigur í hús Hann tók þetta með verstu það er veisla Veisla. Hann er sigurvegari Einlægur og flottir Það er einhvern veginn aldrei neitt sigur í neinu þessu kjaftaði hérna Því miður. Ég þykk hennan sigur einhvað síður Það er heiður, búið að vera heiður að hafa þið hérna Rúrik Takk sömuleiðis. kærlega. Takk kærlega fyrir að fá mig, maður. Frábær gestjóndi Við erum að fá þið aftur Örfáðu miðar eftir klukkan 12 á Ice farið á tix.is og tryggja ykkur þessa síðustu miða Allt hitt er uppselt Við bara eigum flug á morgun Það er Akureyri. 12:30. Já, við sjáum ykkur í Sjallanum Þið sem er á leiðin í Sjallan Uppselt þar og stemming eins og alltaf En svo minnum við bara á jóladagatalið Ég get ennþá blökkað því En svona, ég myndi hægt að horfa í kringu 17. Þetta er æðislegt sjónvarpsefni. Já, með ég sleppa þessu En takk kærlega fyrir hlustun í dag Og við heyrumst vonandi bara í blökkastinu á þriðjudaginn Rúrik, Rúrik, takk aftur, kærlega Takk sömuleiðis. Heiður að fá þig Takk fyrir í dag FM 957